og þetta setja funda. Tilbúinir þá bara hafið upptöku. Ég býð ykkur velkomin til þessa fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann er númer 703, 18. október 2017 og segi fund settan. Og að venju eru mörg mál á dagskrá, 15 mál. Það eru 7 fundargerðir til staðfestingar og síðan 8 fundargerðir til kynningar. 7 fundargerðir til staðfestingar sagði ég og það er, við byrjum á fundargerðum bæjarráðs að venju. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði. Svo fyrri er frá 5. október 2017. Það var fundur númer 1324 og ég ætla að gefa orðið laust í því máli. Sigur Póstóttir, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, mér langar eiginlega að byrja á spurningu, er ekki venjan að kynna það sem verið er að leggja fram í varðandi fjárhagsáætlun á fundum bæjarstjórnar eða er því sleppt? En allavega sem sagt ég sendi í aðdraganda þessa fundar ákveðna beiðni til bæjarstjórnar að úrskurða í máli sem kom hér upp og en áður en ég ræði það þá ætla ég að ræða vítt og breytt vinnubrögðin varðandi fjárhagsáætlun. Nú í september og október hefur íbúðarhreyfingin kynnt nokkrar tillögur til fjárhagsáætlunar á fundum bæjarráðs. Hefðin er sú að gera það ekki fyrir með fyrri umræðu fjárhagsáætlun í bæjarstjórn. Íbúðarhreyfingin hafði samt þennan hátt á í fyrra líka og það hefur ákveðnar skýringar. Við í íbúðarhreyfingunni erum þeirra skoðunar að mikilvægt sé að tillögur framboðanna og þá sér í lagi minnihlutans því meiri hlutinn kemur beint að gerð fjárhagsáætlunar komið fram áður en til fyrri umræðu kemur. Að okkar mati ættu tillögurnar að koma fram fyrr þannig að hægt sé að hafa það til hliðsjónar þegar fagsviðin er að vinna áætlunina. Það að minnihlutinn komi ekki að fjárhagsáætlunarvinnunni fyrr en búið er að gera áætlunina teljum við ekki vera vandaða stjórnsýslu. Það vil nefnilega brenna við að meirihlutinn stundum með stuðningi minnihlutaflokka eins og dæmi sanna hér í Mosfellsbæ að tillögur séu of seint framkomnar, að því sé haldið fram að tillögur séu of seint framkomnar. Við teljum það sem sagt valda mikilli ósvinnu fyrir framboðin að þannig séu farið með tillögurnar og ekki samræmast þeim kröfum sem gerðar eru til nútíma stjórnsýslu og stjórnarhátta. 28. september lagði íbúðarhreyfingin fram tillögu að stofna eru til umræðu verkefnaval næsta árs í fagnefndum Mosfellsbæjar í aðdraganda fyrri umræðu fjárhagsáætlun. Fulltrúar D-lista með stuðningi S- og V-lista í bæjarráði töldu þá tillögu og sent fram komna. Samt hafði íbúðarhreyfingin óskað eftir frekari umræðu fjárhagsáætlun í byrjun sumars en fékk það svar að nægur tími gæfist í september. Svo kom september og íbúðarhreyfingin lagði fram tillögu að verkefnaval næsta árs yrði sett á dagskrá nefndanna áður en til fyrri umræðu kæmi. En þá var tillagan allt í einu og seint framkomin að mati fulltrúa S, D og V-lista. Í staðis að hafna bara tillögunni var henni síðan vísað til bæjarstjóra til skoðunar og þar er hún enn. Engin nefnd hefur þó fjallað fjárhagsáætlun næsta árs nú í aðdraganda fyrir umræðu og mér er spurn
Í hvaða tilgangi vísaði bæjarráð tillögu íbúðarhreyfingarinnar til bæjarstjóra að stofnað yrði til umræðu í fjárhagsáætlun í nefndunum. Ég tek fram að bæjarstjóri situr ekki sem kjörinn fulltrúi í bæjarráði, heldur sem framkvæmdastjóri bæjarins. Hvaða stjórnsýslulega tilgangi þjónaði sem sagt svo ákvörðun bæjarráðs að vísa tillögunni til bæjarstjóra? Vegna þess að það hlýtur að okkar mati að hafa verið í þeim tilgangi að framkvæmdastjórinn gerði eitthvað með þá tillögu. Vegna þess að hvers vegna annars ekki hefur hann neitt úrslitavald það. Hann hefur engan ákvörðun, bæjarstjóri hefur engan ákvörðunarrétt það hvað verður svona tillögur. Og þess vegna spyrjum við, af hverju var þessari tillögu vísað til bæjarstjóra, til skoðunar. Síðan á síðasta fundi bæjarstjórnar var Hildur Margrétardóttir á fundi fundi bæjarstjórnar fyrir hönd íbúðarhreyfingarinnar og hún spurði afdrif þessara tillögu. Bæjarstjóri neitaði að svara spurningunni og samt það lögboðið að bæjarstjóri svari fyrirspurnum bæjarfulltrúa á fundum bæjarstjórnar og kemur það fram í 19. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar og honum ber bara að svara munnlegum fyrirspurnum á fundum bæjarstjórnar. En það gerði hann ekki. Þannig að stjórnsýslan, þannig að það bara eitthvað mikið og það þarf að endurskoða hvernig staðið að málum hérna. Síðan kemur að þessu máli sem við erum ég óskaði eftir að bæjarstjórn úrskurðum á fundi bæjarráðs 5. október lagði fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar síðan fram tillögur til fjárhagsáætlunar. Þessum tillögum var vísað til viðbótar við þessa einu sem áður hafði komið fram. Þessum tillögum var vísað til fjárhagsáætlunargerðar og það hið besta mál. Og vonandi verður eitthvað gert við þær tillögur. Við það sem á eftir kom á þessum fundi verður hins vegar ekki unað. Því nú brá svo við að formaður bæjarráðs og fulltrúi D-lista Hafsteinn Pálsson með atkvæði fulltrúa S-lista Önnu Sigríðar Guðnadóttur og munnlegum stuðningi fulltrúa V-lista Bjarka Bjarnasonar ákveður að birta einungis yfirskrift tillagnanna í opinni fundargerð. Og þrátt fyrir mótmæli fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar var það gert. Engin fordæmi eru fyrir slíkri málsmeðferð. Tillögur til fjárhagsáætlunar hafa ávallt verið birtar í opinni fundargerð á þessu kjörtímabili. Í yfirskriftum tillagnanna fólust ekki tæmandi lýsingar á efninu. Þar sem málið fordæmalaust á kjörtímabilinu var það óviðbúið að framsetningin yrði með þessum hætti. Það því óviðunandi að tillögurnar færu með þessum hætti inn í fundargerðinu. Í lýðræðisríkjum gerum við þá kröfu að það sama gangi yfir alla. Bæjarstjórn fjölskipavald og bæjarfulltrúar eru allir jafnir fyrir lögum. Þessi málsmeðferð uppfyllir ekki þau skilyrði því hún felur í sér mismunun. Við það unir íbúðarhreyfingin ekki og fer fram á að bæjarstjórn úrskurði réttmæti þess að bæjarráð skuli einungis hafa birt tillögu íbúðarhreyfingarinnar að hluta í opinni fundargerð. Í 19. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar kveðið á að vilji bæjarstjórnarmaður ekki una úrskurði forseta, í þessu tilviki formanns bæjarráðs,
stjórn fundar og fundarsköp geti hann skotið úrskurðinum til bæjarstjórnar og er það hér með gert. Mig langar að taka fram að tillögur á þessum fundi, eða sem sagt eftir þennan fund, voru tillögur íbúahreyfingarinnar settar sem greinargerð með fylgiskjölum. En það var ekki gert að frumkvæði bæjarráðs og því til stuðnings en náttúrulega svo staðreynd að þess er ekki getið í bókun ráðsins. Heldur var það sameiginlega niðurstaða mín og fundarittara að þær yrðu settar í viðhengi. Annars hefðu það bara yfir höfuð ekkert birst nema sem yfirskrift tillagna íbúahreyfingarinnar. Og sem sagt, ég óska eftir því að bæjarstjórn úrskurði í þessu máli réttmæti þess að tillögur íbúahreyfingarinnar voru ekki birtar í opinni fundargerð og áttu yfir höfuð ekki að birtast nema vegna þess að það mál var leyst eftir að fólk hvarf hér að fundi þegar að fundurum var búinn. Anna Sigríður Gunnarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að koma hérna upp og leiðrétta nokkur atriði snúa að mér. Það er kannski helst þetta með birtingu greinargerðum í opinni fundargerð. Ég minnist þess ekki þetta að vera rætt sérstaklega á fundinum vegna þess að ég fyrir mína parta gerði ráð fyrir þetta yrði svona eins og gert með það tillögu sem ég hef komið með þar sem greinargerðin fylgir í fylgiskjali með. Þannig að ég sá enga ástæðu til þess að spyrja sérstaklega ég gekk út frá því að greinargerðin fylgdi með eins og hún sem sé gerir í opinni fundargerð. Það að ég og aðrir bæjarráðsmenn hafi vísvitandi ætla að reyna að halda frá bæjarbúum í Mosfellsbæ upplýsingum um greinargerð íbúahreyfingarinnar með tillögum er í besta falli misskilningur og ég ætla bara að leyfa mér að halda það hér séu misskilningaræða en ekki ásökun valdníðslu. Mig rekur bara ekki minni til þess á þessum fundi að þetta hafi sérstaklega verið rætt. Ég man bara eftir að fundargerð er prentuð út, ég les hana og reyndar skal ég viðurkenna hér í pontu að ég les aldrei sérstaklega yfir tillögur eða greinargerð íbúahreyfingarinnar. Ég les mínar eigin til þess að passa upp á þær séu í lagi en tillögur og greinargerð íbúahreyfingar eða sjálfstæðismanna les ég ekki yfir og það er bara þeirra ábyrgð að það fari rétt inn. Skrifaði undir fundargerð og fór í þeirri vissu að greinargerð með þessum tillögum yrði birt eins og hún var. Þannig að það kom mér algjörlega opna skjöldu þetta erindi frá bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar og ég sem sé vísa öllum ásökunum þar á bug en hins vegar þegar að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar nefnir það hér að það standi ekki í bókuninni að greinargerð fylgi í fylgiskjali eða eitthvað þess háttar, þá geti tekið undir það að það er handvömm. Það er miklu skýrara fyrir fólk að það sé eitthvað svoleiðis setning með svona bókunum, sérstaklega ef fólk prentar út fundargerð en ég er ekki að lesa hann alla á netinu, skiljiði. Ef þú ert að prenta hann bara út, þá kemur fylgiskjalið ekki með. En ef þú ert að lesa hann á netinu, þá sérðu fylgiskjalið hanga við. Þannig að ég get tekið undir það að þarna þyrfti eiginlega að setja einhverja ríkisbókun eða ég legg það til að verði búin til einhver svona ríkissetning það þegar að fylgiskjöl, að það sé tekið fram í fundargerð til þess að auðvelda íbúum að fylgjast með því sem framfer á fundum. Já, það er næsta mælendaskrá Sigurður Pálsdóttir. Já, ágæti forseti, mér langar að leiðrétta þann misskilning hjá fulltrúa S-lista Önnu Sigríði
að þetta hafi verið greinargerð. Þetta voru tillögurnar í heild sinni og það fjallaði eins og stóð hérna í yfirskrift tillagnanna. Það voru þetta tillögur en engin greinargerð með tillögur. Tillaga, hún hérna þarf að birtast í heild sinni, ekki sem einhver greinargerð. Og það heldur ekki verið gert, þetta fordæmalaust og ég óska eftir því að tillögurnar í heild sinni verði birtar með þessari fundargerð og eins óska ég eftir því að bæjarstjórn úrskurði í þessu máli. Í því fólst valdníðsla að breyta hérna tillögunum í einhverja greinargerð. Ég mótmælti því á fundi bæjarráðs að hér var greinargerð að ræða. Þetta voru tillögur og ekki greinargerð og það vil ég fá leiðrétt. Og ég, íbúahreyfingin unir því ekki að svona sé farið með tillögur íbúahreyfingarinnar og við teljum að okkur sé mismunað miðað við þau vinnubrögð sem hingað til hafi verið viðhöfð í tengslum við fjárhagsáætlun. Kolbrún, þú mætt gjörðu svo vel. Já, forseti, ég sit í bæjarráði, satt þennan tiltekna fund. Mér finnst mjög bagalegt að við séum að standa hér uppi og frasa það sem þarna gerðist, af því að þarna liggja allar tillögur fyrir. Það vont að fulltrúi íbúahreyfingarinnar upplifi það að hér hafi átt sér stað einhver valdníðsla í lok fundar. Ég man það líka, ég vil taka það fram að það var engin slagur þetta, allavega minni hálfu. Ég man ekki eftir þeirri umræðu þessar tillögur. Ég man að þessar tillögur voru ræddar. Þessar tillögur komu okkur öllum í opna skjöldir inn í það væri verið yfirleitt að leggja fram tillögur á sem fundi, því vorum ekki að ræða það, vorum að ræða skatttekjur. Þetta var ekki á rauninni, þetta var ekki umræðupunktur fundarins, en þessar tillögur komu og við ákvæðum það að þetta færi þær inn í fundargerð eins og fulltrúi íbúahreyfingarinnar bað Þetta hafa iðulega verið fylgt þessu langir textar til útskýringar en kannski, ég man ekki nákvæmlega, það var ekki svo langt sem fylgdi þessum tillögum. En ég sammála Önnu Sigríði með það að við gætum alveg örugglega haft eitthvað texta þarna undir, það sem benda má fólki það sem lesa fundargerðina og opna hana og ætla að prenta hana út, að þarna fylgir texti með. Í mínum huga var það þannig að allt sem fulltrúi íbúahreyfingarinnar bað fékk hún. Þannig að ég veit ekki alveg hvaða valdníðslu er verið að ræða. Við vorum ekki einu svona ræða tillögur sem áttu að fara inn í fjárhagsáætlunina. Við vorum að ræða skatttekjur bæjarins. Því var breytt í einhverja allt aðra umræðu og nú við náttúrulega bara fylgdum því sem hún bað Tillögurnar fóru á blað, tillögurnar eru þarna og við erum sökuð valdníðslu. Ég bara, gott og vel, en mér finnst vont að við stöndum hér í beinni útsendingu og þrösum þetta. Ég veit ekki alveg, við höfum nú fengið ráð frá ýmsum aðilum varðandi alls konar mál sem hafa komið hér upp. Þannig að, eða komið hér inn á borð til okkar, þannig ég held að við ættum að þetta er bara einhver staða sem er komin upp þar sem okkur er aftur stilt upp sem vondum manneskjum, það kemur svo sem ekki ávart. Þannig að takk fyrir. Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég held að við ættum nú bara að byrja á því að anda öll ofan í kviðinn. Ég held að þetta sé nú ekki neitt stórkostlegt mál sem ekki er hægt að leysa hérna við þetta bæjarstjórnarborð. En mér langar þó fyrst að byrja á því að bregðast aðeins við því sem framkom í ræðu bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar, þar sem að vísað var í það að hér hafði varabæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar lagt fram spurningu til bæjarstjóra, ég held að þetta hafi verið á síðasta bæjarstjórnarfundi, hvað væri að frétta af tillögum sem hefði verið vísað til hans. Og vísaði það að bæjarstjóra beri að svara. Hann í rauninni gerði það þó hann hafi ekki fundið ástæðu til þess að fara hérna upp í pontunni. Ég vil bara það liggi hér fyrir að það er algilt vinnubrögð hjá okkur í bæjarráði, svo í öðrum nefndum, að komi fram tillögur að þá vísum þeim gjarnan til umsagnar hjá embættismönnum.
Þessi ágæta tillaga sem hafði borist frá fulltrúa íbúahreyfingarinnar inn í bæjarráði var vísað til skoðunar hjá bæjarstjóra og bæjarstjóri þarf að fá eitthvað ráðrúm til þess að fara yfir þá tillögu og mun svo skila okkur aftur inn í bæjarráði sinni afstöðu til tillögnar eða með einhverju leiðbeiningum það hvernig við getum nálgast það. Og það það sem var í vinnslu og það að ætlast til þess að bæjarstjóri komi svo einhverjum nokkrum dögum seinna og úttali sig einhverja tillögu sem lögð hafi verið inn í bæjarráði og hann ekki búinn að leggja neitt inn í bæjarráð með umsögnum. Það bara ekki hægt að ætlast til þess og ég held að allir hér á fundinum í bæjarstjórn hafi tekið undir það og bara leiðbent varabæjarfulltrúanum það. Þetta væri bara eðlileg vinnubrögð. Bara svo því sé haldið til haga. Hvað þetta mál varðar, nú var ég reyndar ekki á þessum ágæta bæjarráðsfundi. En ég alveg handviss það að það var enginn sem ætlaði með einhverjum hætti að ganga á rétt íbúahreyfingarinnar. Það hefur ekki verið vilji, hvorki formanns bæjarráðs sem stýrði fundinum né annarra sem þennan fund sátu. Það aftur á móti þannig að það hefur skapast svona ákveðin venja vegna þess að almennt gera lögin og ekki ráð fyrir því að fólk sé að bóka mjög langan texta í fundagerðir. Það ekki gert ráð fyrir því og það sérstaklega tilgreint í sveitarstjórnarlögum. Við höfum svo verið stundum að takast á við það hversu langar bókanir mega vera og tillögur og greinargerð sem fylgir því og annað þess áttar og höfum kannski ekkert komist að einhverju fullkomnari niðurstöðu það hvernig því sé best hagað. En það hefur þó orðin ákveðin venja að við höfum sett greinargerðir með tillögum og bæjarfulltrúi Anna Sigríður vísaði nú einmitt í bara nýlegt dæmi þar sem kom fram fyrirspurn frá fulltrúa íbúahreyfingarinnar og það birtist einmitt svona sem fylgiskjal. Fulltrúa samfylkingarinnar birtist sem fylgiskjal undir fundagerðinni og þá segi ég nú bara sem betur fer erum við með þessa opnu stjórnsýslu hjá Mosfellsbæ og birtingu fundagerðina því að hvernig sem að þetta kann að birtast fyrir okkur á prentinu þá skulum við átta okkur að því að það eru einstaklega fáir sem eru með þetta útprentað eintak og það yfirleitt forseti bæjarstjórnar sem hefur slíkt við hendina þegar að stýra fundi og ég veit að slíkt jafnframt prentað út fyrir bæjarstjóra. Annars eru við allir með tölvurnar og þann kannski ekki þessi skipti máli, heldur auðvitað íbúar. Og þeir eru allir fara inn á netið og skoða fundagerðir þar, nú eða fjölmiðlar ef þeir hafa áhuga á. Og þá eru þessi gögn þarna mjög greinagott undir greinagerði með og bara mjög læsilegt ef maður fer inn á heimasíðuna og skoða. En sko gott og gilt, ef að fulltrúi íbúahreyfingarinnar ekki sáttu við það hvernig þetta birtist þarna, þá held ég að það hljóti að vera hægt að bóka þessar tillögur bara hér undir þessum lið í fundagerð bæjarstjórnar. Ég veit ekki hvort að við getum verið með eitthvað úrskurðarvald, ég get ekki séð þannig að við getum einhvern hætti úrskurða. Fundur bæjarráðs lokið. Ég hygg og það sem ég heyrt á þessum fundi að þá hefði þessi deila komið upp eftir að fundi var slitið hvernig þetta var bókað. Fundamenn hafi skrifað undir þessa fundagerð og þannig að þeim fundi lokið og við getum ekki með einhvern hætti breytt því sem að þegar Þannig að ég legg nú bara til að þessar tillögur og það alveg rétt hjá bæjarfulltrúanum að þetta ekkert íkja langur texti þótt þetta sé A4 blað þegar allt saman tekið að þá eru þetta nokkra línur undir hverju tillögu og þá það bara hægt að bóka það hér í fundagerð bæjarstjórnar þannig að þær tillögur birtist þar. Þannig að ég held að þetta sé nú ekki eins stórt mál og við ættum kannski bara að leysa þetta með þessum hætti og snúa okkur að því að ræða það sem að kannski skiptir ennþá meira máli fyrir íbúa í sveitarfélaginu. Má spyrja, skrifaðu ekki allir fundamenn undir fundagerðina? Nú hér spurt út úr sal hvort allir fundamenn hafi skrifað undir umrædda fundagerð. Mér ekki kunnugt annað fundaritari. Það hafa allir skrifað undir fundagerðina þannig að hún komin hér inn í bækur bæjarins og loku þannig. En við getum leyst þetta mál svona með því að bóka þetta inn í fundagerð bæjarstjórnar. Já, ég nú sett sjálf mig á mælendastál. Við erum búin að ræða þetta hríð og Bryndís Haraldsdóttir bæjarfulltrúi kemur með ákveðna, ég tel vera lausn. Það einfaldlega þannig að málið verið leyst þannig. Fyrsta lagi getum við ekki breytt fundagerð sem búin að skrifa og skrifa undir. Það bara formlega ekki hægt. Þannig að við getum ekki breytt fundagerð bæjarráðs sem við erum að ræða hér. Hvað þetta ráða? Ég styð þá tillögu sem Bryndís kemur hér með. Það að segja að þessar umræddu tillögur frá fulltrúa íbúahreyfingarinnar, bæjarfulltrúa, verði bókaðar í fundargerð bæjarstjórnar.
og birtast þá þar í heild sinni, ekki sem viðhengi. Það ákveðin bara leikur, ákveðin lausn, myndi ég segja, og leikur í stöðunni til þess að bara leysa þessa mál og hérna, þannig að ég ætla að það bara lýsa yfir stuðning minni við þessa tillögu og ég tel rétt að bæjarstjórnarmenn þá ræði þessa tillögu sem hér komið fram sem ágætt lausn á málinu. Þannig ég legg til að við snúum okkur að þessari tillögu. Og Sigurður Pálsdóttir, þú ert búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, mig langar hér að svara Bryndísi varðandi þann langa tíma sem bæjarstjóri hefur tekið sig til að skoða tillögu sem að lá í rauninni mjög mikið á að yrði tekin til skoðunar strax vegna þess að við erum að brenna sem sagt við erum að komast í mikið tímahrak. Ég gerði ráð fyrir að í þessu mánuði færu þessi umræða í nefndunum fram. Bæjarstjóri tekur til sín þessa tillögu að það verði umræða í nefndunum fjárhagsáætlun áður en kemur að fyrstu umræðu í bæjarstjórn. Erindinni vísað til hans. Nú komið fram yfir miðjan október og bæjarstjóri, þetta voðalega fyndið, Kolbrún. En að bæjarstjóri, hann ekki enn búinn að skila sínu svari. Og það er alveg, fyrir mér alveg ljóst hvað þetta þýðir. Það verið að svæfa málið, það verið að í rauninni bara koma í veg fyrir það að það birtist í fundargerð að meirihlutinn með stuðningi fleiri hafni þeirri tillögu að við komum upp þeirri lýðræðisskipan í Mosfellsbæ að nefndir sveitarfélagsins fái eitthvað það að segja hvaða verkefni eru valin þegar að gerðir fjárhagsáætlun fyrir Mosfellsbæ. Það lýðræðislegt fyrirkomulag. Það engu líkara en þessar nefndir. Það gegnir bara einhver hlutverki. Eru það bara upp á punkt? Þetta mikilvægasta verkefni hvers árs, fjárhagsáætlun, og skiptir mestu máli fyrir bæjarbúa. Og nefndirnar fá ekki neitt það að segja fyrir en búið að ákveða allt hér inn á stjórnsýslusviði með meiri hlutanum úthlutum fjár fyrir næsta ár. Ég get bara ekki verið því sammála. Og hvað varðar það að ekki sé heimilt fyrir því að úrskurða í þessu máli. Þá stendur það beinlínis í samþykktum stjórn Mosfellsbæjar í 19. grein. Vilji bæjarstjórnarmaður ekki una úrskurði forseta stjórn fundar og fundarsköp getur hann skotið úrskurðinu til bæjarstjórnar. Og þetta náttúrulega við bæjarráð líka. Og ég vil líka segja það að þegar það hvarfla ekki af mér að bæjarráð ætlaði að afgreiða tillögur íbúðarhreyfingarinnar með þessum hætti á þessum fundi þar sem ég bar upp þessar 4 tillögur. Það var ekki fyrir en sem sagt, það lá öllum voðalega mikið á að komast í burtu af þessum bæjarráðsfundi og þegar að ég fæ blaði í hendur þá allir farnir og ég sá ekki fyrir en fólk var farið hérna út að þetta hafi verið afgreitt með þessum hætti. Það var því ekkert undarlegt
þó ekki væri einhver sérstök umræða það. Það hvarflaði ekki einu sinni að mér að bæjarráð ætlaði að leyfa sér það að birta ekki tillögurnar í heild sinni inn í fundargerðinni. Og þess vegna var það samkomulagi að þær birtust sem greinargerð. En þær eru ekki greinargerð, þessar tillögur. Þær eru tillögur. Og ég óska eftir því að bæjarstjórn úrskurði í málinu. Það tveir á mælendaskrá og ég ítreka það sem ég sagði áðan. Ég tel að við ættum að ræða þá tillögu sem liggur hér fyrir sem kom frá bæjarfulltrúa Bryndísi Haraldsdóttur áðan það að gengið verði að ósk bæjarfulltrúa íbúahreyfingar með þessum hætti að tillögur ásamt greinargerðum verða bókaður í fundargerð bæjarstjórnar. Ég sé ekki aðra leið færa og þar með sé gengið að kröfum og óskum íbúahreyfingarinnar. Þannig að ég legg til að við látum umræðuna snúast þessa tillögur. Og Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti. Þetta nú orðin árleg umræða hérna í tengslum við fjárhagsáætlunargerð, hvernig hún unnin. Og bara svo því sé haldið til haga þá hefur ekkert breyst í afstöðu okkar sem að skipum hér meirihluta í bæjarstjórnum það hvernig við viljum vinna fjárhagsáætlun. Við teljum ekki æskilegt að fjárhagsáætlunin sé unnin inn í hverri nefnd fyrir sig og skili sér þannig inn í heildaráætlun. En auðvitað það svo, ég ætla að biðja bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar að tala ekki niður það mikilvæga lýðræðis apparat sem að nefndir bæjarins eru, sem starfa hér allt árið, koma fram með tillögur og fjalla þessa ákveðnu málaflokka. Það skiptir auðvitað mjög miklu máli í lýðræðis samfélaginu okkar Mosfellsbæ og allt þetta fólk sem tekur að sér þessi störf og vinnur það miklum heilindum. Eins og margoft hefur verið farið fram, geta allir aðilar í nefndum komið fram með tillögur á hvaða tímapunkti sem eða hvaða tíma ársins sem inn í þessum nefndum. Þannig að þrátt fyrir það að fulltrúi íbúahreyfingarinnar komi hér upp á hverjum ári og tjái sig það hún vilji vinna fjárhagsáætlunina með einhverjum öðrum hætti, þá það ekki þannig að það verði bara gert. Ég ætla að minna fulltrúi íbúahreyfingarinnar á það að íbúahreyfingin á einn fulltrú í þessari ágætu bæjarstjórn. Það hefur verið ágætis samhljómur það hvernig við höfum unnið þessa fjárhagsáætlun. Ég alveg sammála það að við getum örugglega gert eitthvað betur. Og ég veit að margir fulltrúar hér hafa tekið undir það. En sú aðferð sem fulltrúi íbúahreyfingarinnar hefur lýst hefur ekki hlotið meirihluta hljómgrunn hér í þessari bæjarstjórn. Og ég skal alveg fullvissa það er ekkert að fara að breytast alveg á næstunni. En þessi ágætu tillaga var vísað til bæjarstjóra og það var ekki sístu það hvort að við getum gert eitthvað í ferlinu til að aðlaða og betrumbæta. Það erum við opin fyrir. Hvað eitthvað úrskurðavald hér varðar, að þá bara vísa í það sem ég sagði áðan. Við getum ekki, ég hef allavega ekki hyggju, jafnvel þó að það væri hægt, að úrskurða bæjarráðsfundinn síðastan ógildan með einhverjum hætti. Ég tel enga ástæðu til þess. Í mínum huga þetta bara tæknilegt atriði það hvernig hluti bókast inn í fundargerð. Og í mínum huga það einfaldasta leiðin að við bókum þetta hérna inn í fundargerð bæjarstjórnar og þurfum ekki að eyða mikið fleiri orðum í það, því það alveg ljóst við getum ekki tekið fundargerðinu upp eða breytt henni. Það stenst enga stjórnsýslu. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla ekki að tjá mig þessa tillögu sem liggur hér í loftinu. Það ágætt að láta hana bara ræða hana kannski aðeins betur eftir. En það sem ég langar að ræða einmitt það sem að Bryndís Haraldsdóttir var að tala varðandi það að tala niður nefndirnar og tala ekki niður eitt eða neitt hér. Og ég vil líka frábíða með þessu málflutningi þegar að staði hér uppi við þetta borð og gerð athugasemd undir sal þá einhver bæjarstjórnarmaður hlægi eða verða á að brosa að þess að gerð athugasemd við það hér í beinni útsendingu. Ég ætla að biðja alla bæjarstjórnarmenn að hugsa þetta aðeins. Hér hefur verið rætt einelti og ofbeldi gegn fólki. Ég sit hérna við borðið og horfa á tölvuna mína. Ég eitthvað flissandi yfir því sem að ég sá þar, sem var hérna, ég rak augun í. Ég var ekki að flissa að íbúahreyfingunni og hennar málflutningi, langt frá því.
Og ef þetta ekki að tala niður til fólks eða gera athugasemdir og gera lítið úr sem að við erum búin að setja hér stöðugt undir án þess að svo mikið sem svara því eða hefur lítið áhuga á því, þá ég eiginlega bara búin að fá nóg af því. Ég ætla bara að fá að flissa og hlæja hér við þetta borð eins og mér sýnist. Takk fyrir. Já, það liggur hér fyrir tillaga og Sigurður Pálsdóttir, þú ert að koma hér að tala í 4. skipti og það er heimilt að forseta vegna þess að þú ert hér tillöguflytjandi. En ég ítreka það að við látum umræðan sem mest snúast þá tillögu sem hér liggur fyrir. Ágæti forseti, ég kemur hér upp til að andmæla og mér finnst það ansi langt seilst í málflutningi þegar að verið að tala að ég sé að tala niður nefndirnar. Ég að leggja til að nefndirnar verði efldar, að þær fái raunverulegt hlutverk í tengslum við fjárhagsáætlun. En það er mjög sérstakt að Sjálfstæðisflokknum tekst alltaf að snúa vörn í sókn með svo dásamlegum hætti að fólk bara situr gapandi yfir rökfræðinni sem fer á bakvið, sérstaklega sleppi því. En ég er ekki að tala niður nefndirnar, íbúahreyfingin að reyna að verða þess valdandi að efla starf nefnda í Mosfellsbæ. Út af það gengur þessi tillaga og hún hét meira að segja tillaga íbúahreyfingarinnar eflingu fagnefnda í Mosfellsbæ. Og síðan talar Kolbrún í móðgunartónum það að ég hafi gert athugasemd við það úr ræðustóli að hún var að hlæja. Eftir því sem ég best veit Kolbrún, og ég verð því miður að segja það vegna þess að ég ætlast til þess að þú skiljir, þá hún í einhverjum sérfræðingahóp einelti. Hvernig ósköpunum á fólk í ræðustól að vita hvort að þú ert að hlæja af því eða af einhverju öðru þegar að fólk að tala á fundum bæjarstjórnar. Geturðu sagt mér það hvernig ég myndi leggja þetta fyrir nefndina sem var í Kolbrún og reyna að komast af því hvernig maður meðhöndla þannig mál. Alveg sjálfsagt, Já, ég skal bara, ég bara mæli endilega með því að þú reynir að komast að því hvernig í ósköpunum fólk að fatta hvort þú ert að hlæja því eða einhverju öðru þegar það að halda ræður í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Síðan kom þessi svo kom þetta varðandi að ógilda bæjarráðsfundinn. Ég ekkert að biðja að bæjarráðsfundurinn verði ógildur. Ég óska eftir því að bæjarstjórn úrskurði í þessu máli og svo tillaga hún liggur hér fyrir þessum fundi. Að úrskurða í þessu máli. Þetta það sem ég að biðja að sé úrskurðað það bara allt annað mál heldur en tillögurnar sjálfar. Það málsmeðferðin sem að ég að óska eftir því að verði úrskurðað hvort að hún hafi verið réttmætt eða ekki. Leyfðist bæjarráði yfir höfuð að gera breytingar á tillögum íbúahreyfingarinnar og birta það sem að bæjarráði var þóknanlegt í fundargerð. Ég tel svo ekki vera. Já, ég held að ég verði að fá að taka til orði taka til máls. Fundurinn að lengjast aldrei í annan undan að þetta mál. Við skulum láta lokið umræðum hláturmenningu á bæjarstjórnarfundum. Það þjónar engu tilgangi. Það liggur hér fyrir tillaga og ég hef ítrekað talað það
að bæjarfulltrúar ræði þá tillögu og við getum síðan gengið til atkvæða þá tillögu. Varðandi tillögu sem þú nefnir, Sigrún Pálsdóttir, það að bæjarstjórn úrskurði, saka bóstafnum talað það að úrskurða þá ef eitthvað fundarstjórn að ræða á nefndarfundi eða í þessu tilviki bæjarráðsfundi. Þetta var svona tæknileg útfærsla á því hvernig maður setti fram gögn, setti fram tillögu og hvar ætti að slíta sundur annars vegar tillögugerð og það sem heitir greinagerð eins og oft í stjórnsýslunni. Annars vegar kemur tillaga og svo kemur greinagerð með tillögunni og laga tillögum og svoleiðis. En það einn af mælendaskrá og ég síðan legg til að við förum að stytta þessu umræðu og einfallega þá ef við viljum greiðum atkvæði tillögur Bryndísar Haraldsdóttur sem gengur út á það að tillögur íbúahreyfingarinnar verða settar undir þá fundargerð sem hér verið að rita bæjarstjórnar. Þá birtast þær allar, verðum öllum aðgengilegar, þá verður það sameinað eins og ég skilda, annars vegar tillögurnar sem voru þarna í stuttu máli og hins vegar greinagerð með tillögum, nákvæmlega eins og bæjarfulltrúar óskaði. Ég tel það ekki þjóna einu tilgangi að vera ræða þetta lengur, þannig algjörlega gengið eða farið eftir óskum fulltrúa íbúahreyfingarinnar að fá þetta ekki fundargerð bæjarráðs, það ekki hægt að taka hann upp eins og ég hef sagt hérna áður, en við getum og ég hlynntur því, ég sagði það áðan, aðrir hafa nú ekki tjáð sig það beint hérna nema þá tillöguflytjandinn Bryndís að þannig leysum við málið og getum fara að snúa okkur að öðrum farðar í verkum að ég tel. En annars Guðnadóttir, þú ert besta mælendaskrá, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég kem upp til þess að lýsi við stuðningi við tillögu bæjarfulltrúa Bryndísar Haraldsdóttur. Ég held að það sé ágætis lending í þessu máli, þarna mismunandi skilningur á hvað það að birta í opinni fundargerð. Það greinilega mikil óánægja með fyrirkomulagið eins og það var. Það ýmislegt sem að mætti alveg ræða með það held ég í framhaldinu hvernig við gerum þetta. En ég styð það að við tökum eins og ég skildi tillögu bæjarfulltrúa Bryndísar að allur textin eins og hann leggur sig komi og verður settur undir inn í fundargerðin okkar hér í dag. Já, forseti er ákveðið að gera stutt fundarhlið. Já, það fundarhlið núna. Sigrún er stutt. Já, við hefjum þá fund að nýju og Sigrún Pálsdóttir gjör svo vel. Þú ætlar að flytja hér tillögu frá Amnesty íbúahreyfingarinnar, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, svo ég fara aðeins yfir þetta aftur, þá var á fundi bæjarráðs 5. október var íbúahreyfinginu 4 tillögur í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar eða í tengslum við umræðu fjárhagsáætlun og formaður bæjarráðs Hafsteinn Pálsson, hann kemur fram með þá tillögu að birta bara yfirskrift tillagnanna í opinni fundargerð. Fulltrúi íbúahreyfingarinnar mótmælti því að það væri gert og þetta var samt gert með þessum hætti. Það bara yfirskrift tillagna íbúahreyfingarinnar sem birtist í fundargerðinni, ekki tillögurnar í heild sem að ég sendi ritara nefndarinnar. Já, viltu kannski lesa tillöguna sem núna við ætlum að taka afstöðu? Og tillagan hljóðar svo sem sagt. Gjör svo vel. Bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar gera að tillögu sinni að bæjarstjórn úrskurði réttmæti þess að atkvæðisbærir fulltrúar DOS-lista í bæjarráði skuli hafa tekið ákvörðun að birta einungis hluta af efni tillagna íbúahreyfingarinnar í opinni fundargerð ráðsins 5. október síðastliðinn og leggur til að tillögurnar verði birtar í fundargerð bæjarstjórnar. Beiðni úrskurð bæjarstjórnar grundvallast á 19. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar.
Já, takk fyrir. Er einhver sem vil ræða þetta mál hérna og göngum til atkvæða? Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég lagði hér fram tillögu áðan sem var einhvers konar málamiðlunartillaga til að reyna að koma til móts við þau sjónarmið sem ég hélt að væri fyrst og fremst uppi hjá íbúahreyfingunni að tillögurnar í heild sinni birtust sem sagt beint í fundargerðinni. Ég dreg þá tillögu bara tilbaka, vist að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar stendur fast við þessa tillögu sína og ég mun ekki greiða atkvæði með þessari tillögu og mælist með því að bæjarfulltrúar geri það ekki því að ég held að hún sé bara hreinlega ekki sannleikanum samkvæmt. Það er bara ekki þannig að það hafi verið tekin einhver ákvörðun á bæjarráðsfundinum að birta aðeins hluta af tillögum íbúahreyfingarinnar. Þarna var bara einfaldlega einhverja aðferðafræði við ritun fundargerðarinnar að ræða og við erum búin að fara yfir það og ég held að það þjóni einhver tilgangi að fara yfir það í lengra máli. En þessi gögn eru öll þarna aðgengileg og opin öllum á netinu og ég held að við þurfum ekki að fara frekar yfir þetta. Nú, Bryndís Haraldsdóttir hefur dregið tillögu sína tilbaka að birta tillögur íbúahreyfingarinnar sem flutta voru í bæjarráð upphaflega í okkar fundargerð. Eftir stendur tillaga lista íbúahreyfingarinnar sem að Sigríður Pálsdóttir las hérna áðan. Það sem að gera tillögu sína bæjarstjórn úrskurðum réttmæti þess að atkvæðisbærir fulltrúar DFS-lista í bæjarráði skuli að tekja ákvörðun að birta einungis hluta af efni tillagna og svo framvegis. Þetta erum við búin að ræða og lasa þetta áðan, þannig ég tel rétt að við bara greiðum atkvæði þetta. Það er sem sagt þeir sem að samþykja það að bæjarstjórn úrskurði réttmæti þess, þeir eru benna rétt upp hönd. Það er eitt atkvæði en þeir sem eru á móti því að þetta er fellt með þessi tillaga fellt með 8 atkvæðum gegn 1. Það beðum fundarhlé. Já, það er beðum fundarhlé og það er veitt. Þetta 9 og Sigríður Pálsdóttir hefur boðað bókun og gjörðu svo vel sér hún. Þetta er í máli Númer 5 í fundargerð bæjarráðs. Já, bókun íbúahreyfingarinnar hljóðar svo. Ágæti forseti, bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar harmar að bæjarstjórn skuli hafna því að skera úr réttmæti þess að bæjarráð skuli að frumkvæði formannsráðsins ekki hafa birt tillögur íbúahreyfingarinnar í opinni fundargerð heldur einungis yfirskrift þeirra. Eftir því sem best verður séð eru engin fordæmi fyrir því að tillögur framboða til fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar séu birtar að hluta eða sem greinargerð í fylgiskjölum funda. Hér virðist því hafa verið geðþótta ákvörðun að ræða. Það er að atkvæðisbæri fulltrúa DFS-lista í bæjarráði með munnlegum stuðningi áheyrnar fulltrúa af aflista hafa á umræddum fundi beitt meirihlutavaldi til að mismuna íbúahreyfingunni þegar kemur að flutningi tillagna í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar og framsetningu þeirra. Já, Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að byrja hér til bókun frá fulltrúum VD og S-lista en hún hljóðar svo: fulltrúar VD og S-lista vísa alfarið á bug aðdróttunum að hafa brotið á lýðræðislegum réttindum íbúahreyfingarinnar. Hér var einfaldlega að ræða aðferð við bókun fundargerðar sem fékk ekki sérstaka umræðu á fundinum. Fulltrúa íbúahreyfingarinnar var boðið að birta tillöguna í heild sinni undir fundargerð þessa fundar en féllst fulltrúin ekki á þá málamiðlunartillögu. Já. Nú, fleiri hafa ekki hvað til hljóðs þetta mál, það er að segja mál nr. 5, fundargerð bæjarráðs frá 5. október. Orðið er ennþá laust önnur mál. Það voru hérna 4 önnur mál á þeim ágæta fundi. Og enginn kveðið sér hljóðs önnur mál hér. En nú þá er umræðan lokið og ég bið þá bæjarstjórnarmenn rétt upp hönd sem vilja staðfesta þetta fundargerð. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum viðstöddra. Nú, við förum þá í seinni fundargerð bæjarráðs sem hér er til umræðu og staðfestingar. Sá fundur var númer 1325 og haldinn hérna viku seinna.
12. október 2017. Orðið er laust. Þá fundargerð, þannig voru 3 mál á dagskrá. Sigrún Pálsdóttir, þú hefur orðið, gjör svo vel. Ágæti forseti. Það mér langar aðeins að koma með eina fyrirspurn varðandi mál númer 2, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2018 til 2021. Að varðandi íbúaspána sem áhugaverð. Það gífurleg fjölgun íbúa í Mosfellsbæ og eða 8% á þessu ári að því að mér virðist. En þessar upplýsingar hafa líka stundum verið eftir kynjum. Ég sé svona upplýsingar í tengslum við fjárhagsáætlun þar sem hefur líka verið skipt upp eftir kynjum hver íbúafjöldin eftir aldurshópum. Og mér langaði eiginlega að koma því á framfæri að það væri gott að það gert líka í framtíðinni. Að láta þær upplýsingar fylgja með. Já. Ég ætla líka að ræða að varpa fram fyrirspurn varðandi mál númer 3. Já, en kannski aðeins að spyrja bara hér. Það var eitthvað spurning hjá þér. Já, nei, ég var bara að mælast til þess að það væri gott að fá þessar upplýsingar. Eftir kynjum. Eftir kynjum, eftir kynjum og aldurshópum. Ég sé þessar upplýsingar settar fram þannig líka áður. Og já, en fyrsta kynjaskiptaðum og síðan að setja hvort kynjum sé í aldurshópa. Og ég man að kom fram, ég held að það hafi verið fyrir 2 árum, að það voru miklu fleiri karlmenn í Mosfellsbæ á ákveðnum aldri heldur en konur. Og það var ungir karlmenn, eitthvað yfir 20, sem voru miklu fleiri í Mosfellsbæ heldur en konur á sama aldri. Það eins og konurnar leiti í burtu. Já, það Anna Sigríður, þú vilt ræða þetta mál? Ég ætla að gera þetta. Ekki það mál, Bryndís, þú vilt ræða þetta mál, þá Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla bara að byrja að segja því það að ég almennt fylgt því að upplýsingar séu einmitt skipta eftir kynjum og það svona, þegar við erum að kalla eftir gögnum og annað til dæmis frá íþróttafélögin annað þess að það mjög mikilvægt að fylgjast með því, einmitt hvort að sé einhver munur á kynjunum. Bara aðeins varðandi það, hér að ræða sem sagt spá íbúaþróun. Hún byggist í rauninni fyrst og fremst á því að hér inn á skipulagssviðinu og þeir sem að fást við byggingarleyfi og annað að reyna að leggja mat á það hvað margar íbúðir bætast við á næsta ári og næstu árum út frá byggingarleyfi og skipulagsáætlunum og svona. Þetta ekki auðveld vinna. Eiginlega bara þvert á móti þetta mjög erfitt að áætla og vita nákvæmlega hvað verða margar íbúðir teknar í notkun og ef það verða teknar í notkun verður einhver fluttur inn í þær. Ástæðan fyrir því að það mjög mikilvægt að reyna eins og kostur líka að greina þetta niður á aldur og það gert þarna. Það þó gert fyrst og fremst þarna með það að vera að horfa á prósentuhlutfallin eftir aldri eins og hefur verið í aðalskipulaginu okkar. Þá tekin hvernig íbúafjöldi skiptist niður eftir aldurshópum, það hlutfall og það hefur svona reiknað áfram. Við þurfum í rauninni að leggja enn meiri vinnu í þetta og það snýst náttúrulega bara það að reyna áætla hvað við þurfum í skólahúsnæði og pláss fyrir skóla og leikskóla.
Það er í rauninni það sem þessi vinna gengur út á. Það væri hægt að væra rök fyrir því, í ljósi þess að konur eru því miður almennt lægri í launum, að fjöldi kvenna geti haft einhverja áhrif inn í líffræðispána okkar út frá því að þarna eru að spá fyrir tekjur. Ég ætla að vona nú samt að það sé nú eitthvað fyrirbrigði sem að fari minnkandi og hverfi vonandi, von bráðar. En ég ætla bara að segja, ég sé ekki alveg svona í fljótu bragði núna hverju það myndi beint þjóna og hvort að í rauninu okkar embættismenn gætu gert það í spánni. En ég gerir ráð fyrir því að bæjarfulltrúinn sé að vísa í svona ákveðna aldursgreiningu sem hefur til dæmis Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gert og það er verið að velta fyrir sér svona byggðaþróun og sérstaklega hefur það verið á landsbyggðinni þar sem hefur sést svona mikill munur. Þannig ég styð algjörlega við fylgjumst með þessu en akkurat fyrir þessa vinnu sem er í rauninni tekju áætlunin, ég veit það ekki, ég veit í rauninni heldur ekki hvernig okkar ágæta starfsfólk ætti í rauninni að nálgast slíkt. En af því sögðu þá ætla ég líka að segja það að ég hef oft talað fyrir því að og fleiri hafa gert það í bæjarstjórn, bæjarfulltrúi Theodór Kristjánsson hefur sérstaklega talað fyrir því það sem hann kallar Hagstofu höfuðborgarsvæðisins. Og nú eru svona ákveðna spár inni hjá SSH íbúaþróun. Við höfum verið einhvern veginn skorið okkur úr einhverju meðaltali þar varðandi fjölgun. Hér er fjölgunin mun meiri, til dæmis núna síðasta ári heldur í flestum sveitarfélögum í kringum okkur og hér er miklu hærra hlutfall ungs fólks eða barna fyrst og fremst. Þannig að enn sem komið hefur við þurft að vinna svolítið með þessa tölu en auðvitað væri kannski æskilegra að það væru einhverjir sérfræðingar sérfróðir svona mál að spá fyrir það og leggja slíkt upp í hendurnar okkur og ég hef líka rætt þetta á vettvangi SSH og vonandi þróumst við eitthvað áfram í því og þá einmitt kann vel að vera það sé mjög áhugavert að velta fyrir sér hvort að það sé einhver breyting eða einhver munur á kynjónum þegar kemur að þessu og hvort að það sé eitthvað öðruvísi í sveitarfélögum í kringum okkur eða hvað. Það væri mjög áhugavert að velta slíku fyrir sér. Einhverja sem vil ræða annað mál? Sigrún, gjörðu svo vel. Enn í númer 2. Já, er það ekki númer 2? Nei, málið 2. Viltu ræða mál númer 2, ekki annað mál? Ég ætla að ræða mál númer 3. Já, þá skulum við aðeins halda mældaskráni því að annars erum við að búin að biðja orðið. Já, en má ég koma samt með tillögu varðandi íbúaspána. Mér langar að leggja til að þessi íbúaspá hún verði send til fræðslunefndar. Send til fræðslunefndar. Af því að þetta er upp á skólabyggingar og annað, þá er þetta mjög gagnlegar upplýsingar. Þetta er aðeins að klára það bara, við erum ekki að ræða það. Ræða þetta á númer 2? Nei. Ekki þitt annað Sigríður sagði bara nei, mér finnst hraðkað á mér. Nei, við verðum að taka afstöðu til þess, ekki satt. Hvort að það verði Já, ég upplýsa aðeins þetta. Já, ég held að það væri mjög gott. Mál númer 2. Fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar óskaði eftir því á þessu bæjarráðsfundi að þessu upplýsingar færi undir fræðslunefndar. Það var tekið mjög vel undir það á þeim fundi af bæjarfulltrúa og sjálfstæðismanna sem er líka formaður nefndarinnar, þannig að þessi óskur komin hefur bara því miður ekki komist til aðalfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar. Já, þú mennir það. Nei, sko ég er að vísa til þess að erindi er bara lagt fram. Þú veist, erindi er bara lagt fram á þessum fundi og það kemur ekkert framvarðandi þetta. En Hildur var einmitt búin að segja mér og hún hafi lagt þetta til. En enga síður sem sagt stendur það ekki í fundargerðinni. Og til að tryggja að þetta komist áfram. Já, ég held að við erum aðeins að útklæða þetta mál fyrir ekki að annars Sigríður. En bara þessi unnið með fræðslusviðinu. Já. Kolbrún, Fórseti, algjörlega við varðandi akkurat þetta mál númer 2, varðandi íbúaþróunina og íbúaspána að þá náttúrulega fer ekkert af þessu hér í gegnum kerfið nema að það fari að sjálfsögðu í gegnum fræðslunefndina líka. Af því að þar er fylgst mjög náið með íbúaþróuninni og sérstaklega í Helgafellinu og nýjum byggingahverfum. Þannig að ég er bara, það er búið að ræða það við okkur að þetta fari til fræðslunefndar og ég tek undir það, styð það, en vil ítreka að við á fræðslusviðinu erum algjörlega á tánum hvað þetta varðar. En takk fyrir ábendinguna.
Já, þá lítið svo á að umræðum málum 2 hefur lokið og gjörðu svo vel annars er Takk fyrir forseti. Ég er hérna í þessari fundargerð 1325, er það ekki? Jú, Já, og mér langaði til þess að ræða hér mál númer 3 sem er hérna ósk velferðarráðuneytisins Mosfellsbæ taki á móti flóttamönnum. Það lá fyrir á þessum fundi bréf frá velferðarráðuneytinu þar sem þess að fara að leita að við Mosfellsbæ að taka þátt í næstu móttöku flóttamanna á Íslandi sem að mér skilst nú þessu bréfi verði tiltölulega fljótlega og það kemur einnig fram í þessu bréfi sem er reyndar náttúrulega á vef bæjarins með fundargerð sem við erum að tala um núna að þarna verður líklega um að ræða 10 manns sem að hérna er óskað eftir að Mosfellsbær taki á móti. Það kemur fram í bókuninni og ég ætla bara að rifja það upp hér að það hafði áður, ég er ekki með dagsetningun á hreinu hvenær það var en við höfðum rætt held ég í aðdraganda síðustu komu kvótaflóttamanna möguleikann á að Mosfellsbær geti tekið þátt í því verkefni og Mosfellsbær lýsti sig jákvæðan til þess að taka þátt. Úr því varð ekki þá, flóttamennirnir fóru á aðra staði en þetta jákvæða viðhorf stendur enn hjá bænum enda var vel tekið í þessa beiðni. Það liggur náttúrulega í hlutarins eðli að svona lagaði stórt verkefni. Það þarf að gera formlega samninga. Þess að það er ekki bara þessi bærin sem kom að þessu, heldur það líka náttúrulega ríkið, ráðuneytið. Svo er það yfirleitt alltaf Rauði krossinn sem kemur að verkefninu líka og svo almenningur. Þannig að þetta getur verið mikið umfang. Þannig að það þarf að ræða málin nákvæmlega við ráðuneytið áður en endanlega ákvörðun er tekin en ég undirstrika að það var mikil eindrægni það að Mosfellsbær vildi taka þátt en auðvitað er ekki hægt að segja formlegt já fyrir en búið að gera samninga sem að móttakan byggir á og núna er þetta komið í hendurnar á fjölskyldusviðinu þar sem og ég hef fulla trú á því að það sé byrjað að vinna í þessu að undirbúningi samninga við velferðarráðuneytið og bíð bara spennt eftir að heyra hvað kemur út úr því og held að það verði mjög ég held að það verði mjög gott fyrir samfélagið eins og samfélag okkar að fá að taka þátt í svona verkefnum sem svo mörg sveitarfélög í Íslandi hafa tekið að sér, að við tökum okkar þátt í því og skerð því að við erum burðugt sveitarfélag og ég hef fulla trú að við getum leyst þessi verkefni vel af hendi. Þannig ég er eiginlega bara komin til að minna á þetta verkefni og fagna því hvað var mikil eindrægni það og svo sjáum við hvað kemur út úr af því okkur vantar náttúrulega allar nánari upplýsingar. Þetta er bara fyrstu samskipti við bæjarfélagið. Já, ég hef nú sett hérna sjálfa mig á mælendaskrá þannig að ég ætla aðeins að ræða þetta mál númer 3 í fundargerð bæjarráðs. Nú annars ég fór nú ágætlega yfir þetta hvað þetta var mikill samhljómur í þessum umrædda bæjarráðsfundi og svo sem enginn við að bæta þetta er núna að fara á fjölskyldusvið og þar felst með því að ræða við velferðarráðuneytið og undirbúa samningu verkefnið. Hér er að ræða flóttafólk úr flóttamannabúðum í Kenía. Nú, fleiri hafa nú ekki hvassir hljóðs. Sigrún, þú hefði að ræða þá þetta mál. Yes. Gjör svo vel.
Já, ágæti forseti. Eins og fram kom á fundi bæjarráðs íbúahreyfingin mjög hlynnt í verkefni að Mosfellsbær taki á móti flóttamönnum og ég fór aðeins að skoða þessi mál svona aftur í tíman. Hins vegar fór ég að skoða þessi mál svona aftur í tíman og ég bara verð að viðurkenna að ég fann hvergi í fundargerð að einhvern tímann hefði eitthvað verið bókað í þá veru að Mosfellsbær væri hlynntur því að hafi lýst yfir vilja til að taka á móti flóttamenn. Það finnst ekki í fundargerð. Það sem hins vegar ég man eftir og kemur fram í fundargerðum hjá fjölskyldunefnd aðallega og bæjarráði að það var stofnað svona sameiginlegur samstarfsvettvangur sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Rauða krossinum og þessi samstarfsnefnd, hún stóð að sameiginlegri yfirlýsingu sveitarfélaga það að laga þurfi þá samræmi sem einkennir þjónustu fólks sem leitar alþjóðlegrar verndar á Íslandi og að flýta þurfi málsmeðferð eins og kostur Sameiginleg yfirlýsing sveitarfélaganna felur hins vegar í sér líka áhyggjur yfir kostnaðarhliðinni á þessu verkefni og svona kemur í ljós ótti við það að ríkið velti kostnaði við þetta verkefni yfir á sveitarfélögin. Annað finn ég ekki í fundargerðum. Ég man hins vegar eftir umræðu sem við áttum þetta, þar sem meðal annars þetta var rætt, þessi kostnaðarhlið á þessu verkefni. Og nú vona ég bara að það sé búið að leysa það vandamál. En ég man að þá kom fram í máli bæjarstjóra að það væri ekkert húsnæði fyrir hælisleitendur í Mosfellsbæ. Nú sú staða náttúrulega að breytast. Það náttúrulega verið að byggja heilmikið í Mosfellsbæ og heilmikið leiguhúsnæði í vændum. Þannig að nú vonum við bara að þetta verkefni og sem sagt þessi jákvæði vilji, hann verður nýttur til þess að skaffa húsnæði og gera þetta verkefni mögulegt eins og framkemur. Og sem sagt íbúahreyfingin eins og bæjarráð mjög hlynnt því að gengið sé í þetta verkefni af miklum krafti. Já. Fleiri hafa nú ekki hvað til hljóðs þessa fundargerð, þannig að umræðum hana Já, má ég aðeins? Undir hvaða lið? Ég var með spurningu, varðandi þetta. Málum í þrú? Já. Já, gjör svo vel. Sem sagt, já, veit einhver hvar og í hvaða fundargerð, eða sem sagt hvar og hvenær Mosfellsbær lýsti yfir þessum jákvæða vilja. Er þetta eitthvað fundar sem við finnum þetta fyrir hana? Já, Sigurður, getur þú kannski leita? Ég vil alveg vera að tefja tímanum við þessu. Á ég þess að fara bara upp? Maður státtur þessu. Gjör svo vel. Já, fórsti, ég
get nú ekki fundið þetta í fljótu bragði en ég býst við því að fundarritari geti fundið þetta við leitum. En ég gerir nú ráð fyrir því að fulltrúi íbúahreyfingarinnar muni eftir því eins og við allflest hérna þegar við áttum þessa umræðu og þetta samtal. Og ég sé hér að fólk kinkar kolli. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar og bæjarráð hefur verið mjög jákvætt í garð þess að taka við flóttamönnum. Þegar þessi beiðni kom hér fyrst þá alveg satt það sem að fulltrúi íbúahreyfingar að tala hér var ekkert húsnæði í boði. Við höfum sjálf verið í erfiðleikum með það að leigja húsnæði hérna inn í velferðarkerfið okkar og annað þess aftar. Þannig að við gátum ekki boðið upp á húsnæði sem væri boðlegt. En við buðum þó fram aðra aðstoð sem við kynnum að geta veitt. Og þetta var tekið upp á vettvangi SSH og sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu sameinust það að við gætum hérna reynt að leggja okkar að mörkum. Sum höfðu kannski húsnæði aflögu, aðrir gætu kannski veitt einhverja sérfræðiþjónustu eða inn í fræðslumálin eða hvað að kynna vera. Þannig að það náttúrulega bara gleðilegt núna hérna húsnæðismarkaðurinn í Mosfellsbæ aldeilis búin að taka við sér og mikið byggt og því mun líklegra að það væri auðveldara að skaffa húsnæði í þetta verkefni og ég bara fagna þeim mikla samhljóm sem hefur verið hér í bæjarstjórnum þetta mikilvæga mál. Já, ég ætla aðeins bara að taka til máls. Fundarritari hefur upplýst málið, þetta var rætt á fundi í bæjarráði Mosfellsbæjar 3. september 2015. Fundur nummer 1225. En málið sem slíkt nú komin í ákveðin farveg sem ég held að við ættum að þá bara að halda áfram með fundin og lít svo á að þessi fundagerð sé umræðum hana sé lokið og ég bið þá að rétta upp hönd sem að samþykja hana eins og einstök mál bera með sér. Það samþykkt með 8 atkvæðum. Þá höldum við áfram hér og förum næst í fræðslunefnd. Fræðslunefnd Mosfellsbæjar hélt fund 3. október. Þriðjudaginn 3. október 2017 hafa fundur númer 341 og ég gef orðið laust. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjör svo vel. Forseti, mér langar eiginlega að tala um sem sagt 2 atriði sem á dagskráin. Fyrst langar mig til þess að tala almennt bara þennan fund ef ég má það, forseti. Gjör svo vel. Eins og því að kannski taki eftir að þá engin fulltrúi frá Samfylkingunni á þessum fræðslunefndarfundi og það náttúrulega aldrei gott. Og í því sambandi þá langar mig til þess að aftur, ég hef komið áður í pontu og svona fundið af því þegar verið að breyta fundardögum nefnda og ég ætla að gera það einu sinni enn hérna úr þessari pontu vegna þess að það ekki aðeins að aðalmenn skipuleggi lífsitt aldið eða allavega þeir sem ég þekki í kringum fundardagana sem þeir eiga að setja fundi hér, heldur gera náttúrulega varamennum það líka. Og þegar þessi fundur var fluttur þá var hvorki aðalmaður né varamaður sem áttu heimagengt og það nú skýringin á því, það ekki af áhugaleysi á störfum fræðslunefndar heldur vegna þess að fundurinn var fluttur af sínum venjulega vikudegi. Hef ég þá lokið hvörtum minn þetta en ég hef kannski þá spurningar sem ég hefði fengið svör út úr nefndinni en kannski get ég fengið svör við þeim hérna og ég ætla þá að fá að byrja á kannski sálfræðiþjónustunni sem mál númer 3. Já, ársskýrsla sálfræðiþjónustunnar. Já, ársskýrsla sálfræðiþjónustunnar. Og þarna kemur inn náttúrulega bara eins og alltaf kemur hérna mikil skýrsla frá sálfræðiþjónustunni sem er farið yfir starf hérna sálfræðinganna 3 hérna í þágu barna og ungmenna í Mosfellsbæ og þetta efnismikil skýrsla og það mikið af tölum, það hérna alls konar gröf og töflur og svona og ég staldraði við og ég ætla bara að nefna eitt dæmi hérna og spyrja, sko það á blaðsíðu 6, þá hérna sem sagt graf undir kafla 2.1 sem heitir Sálfræðiþjónustu í grunnskólum, ný einstaklingsmál innan sviga greiningamál.
Þess að sálfræðiþjónustan náttúrulega vinnur aðalega við greiningar, ekki meðferð barnanna. Þannig að hérna, ég ger ráð fyrir þetta greiningamál sé bara til skýringar fyrir aftan. Við sjáum hérna á línuritinu þennan fjölda einstaklingsmála sem hlutfall heildarfjölda nemenda í hverjum skóla og þetta svona, sko auðvitað kom einhverjum svona smá dýfur yfir tíman en það virðist vera sko í öllum skólunum og náttúrulega langmest í Krikaskóla mjög mikil fækkun á þessum árum, þetta sé ekki 2013, frá og með 2013. En það sem mér finnst vanta hérna inni í þessa skýrslu einhver útlegging á þessu. Hver hugsanlega ástæðurnar fyrir þessu? Skiljið, það fínt að fá tölur, ég bara verið að standa hér og viðurkenna að ég átta mig ekki alveg á hvað þið verið að reyna að segja mér, skiljiði. Og þannig að þó að sé gott að fá svona mikið af tölum, þá oft sko vantar kannski, og ég bið allum að misskilja mig ekki, ég ekki að gagnrýna skýrsluna þannig, hún svipuð, hún hefur alltaf verið, skiljuð, og ég veit að það vinna að gera svona skýrslu, en ég held að væri til bóta ef við fengjum meiri svona faglega útlegging á því hvað þessar breytingar, sérstaklega breytingar náttúrulega, hvað þær í raun og veru að segja okkur. Og það eflaust, sko, kannski kom það fram á fundunum, ég náttúrulega veit það ekki, men þetta væntum ef það skýring hér inni á því, þá þetta með væntum að heyra það. Ég ætla ekki að taka fleiri dæmi þannig þess að það ekki sanngjarnt náttúrulega að koma inn á bæjarstjórnarfund og óska eftir nákvæmum svörum upp úr svona skýrslum, en þetta er bara svona dæmi þar sem ég hnaut og hefði viljað að fulltrúi Samfylkingar í fræðslunefnd hefði getað spurt á þessum fundi. Svo ætla ég að fá að tala annar mál en ég geri það vantarlega á eftir eða... Já, ef einhver vill ræða þetta mál. Já, Kolbrún, þú ætlar að ræða þriðja mál. Gjör svo vel. Já, forseti, ég ætla að byrja á því að bregðast við almenna hlutanum í spurningu bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar. Það kemur fyrir að fundartími nefnda eru færðir af illviðráðanlegum ástæðum og ég saknaði sannarlega hins frábæra fulltrúa Samfylkingarinnar og varafulltrúans aðeins meira en aðalfulltrúans og vegna þess að það kemur margt gott frá fulltrúum Samfylkingarinnar inn í fræðslunefnd. Við reyndum, ég og Linda, að koma þessu eins skýrt áfram og hægt var og reyna að láta senda póst á alla og ítrekka og minna á alveg stöðugt. En ég skal algjörlega taka það gott og gilt að þetta ekki æskilegt. Það mjög gott að við höfum reynt að hafa alltaf fræðslunefndarfundin á miðvikudaginn á móti bæjarstjórn. Þarna vorum við komin í svona vandræði með fundartíman vegna þess að það voru mjög margir fjarverandi á þennan tiltekna miðvikudag sem fundurinn átti að vera. En vegna þess að þarna var nýr hópur að koma saman og skólastjórar með kynningu á skólabyrjun, þá fannst okkur mjög mikilvægt að allir helst sem flestir aðalmenn væru mættir. En mér finnst þetta leiðilegt, ég tek alveg undir það. Við reynum að halda okkur algjörlega við settan fundartíma og bara ég skal reyna allt hvað ég get í vetur að halda áfram að svo verði. Varðandi málið úr ársskýrslu sálfræðiþjónustunnar að þá má eiginlega segja að þarna sem sagt, ég get ekki komið með alveg klára skýring á því af hverju þetta stafar. En ég skal sannilega skrifa þessu spurningu niður og koma henni áfram og ég tek undir það að þessi ábending mætti þá koma inn á hvað skýrir þessa fækkun. Það vegna þess að börnunum að fækka hjá okkur. Við vorum með stóra barnahópa sem fóru í gegnum hátt hlutfall sem fekk greiningu og aðstoð í framhaldi af því fyrir einhverjum árum síðan. Það að fækka, þetta gæti skýrt það bara fækkun í skólanum á tilteknum aldri. Við erum að grípa til snemmtækrar íhlutunar
börnin hjá okkur eru eldast, það er að fækka í yngri hópunum. Það gæti verið einn skýringin, en ég skal ekki segja, ég skal spyrja þetta algjörlega. En það sem ég tók eftir sérstaklega í þessari skýrslu var að það er verið að bæta við nýri þjónustu sem er einhvers konar svona símaþjónusta. Þannig að foreldrar eða skólinn eða hver sem getur hringt inn á símatíma og fengið aðstoð gegnum síma. Þar með að viðtölum er að fækka. Oft er þetta bara að greiða úr málum og leysa mál, aðstoða foreldra í gegnum síma, kannski 2-3 símtöl á einhverju mánaða millibilni og þannig að þá oft leysast málin þannig í viðtölum. Þannig að mér finnst það vera mjög kærkomin og góð viðbót. Þannig að allt þarf ekki að vera einhverjum stórkostlegum viðtölum hérna inn á skrifstofutíma og stofna mál og annað slíkt. Kannski bara þetta svona smávægilega sem þú þarf og ekki þarf að fara á blað frekar. Mér finnst það mjög jákvætt. Það veit ég að er ástæða fækkunar sem sagt viðtala eins og hún kynnti fyrir okkur hún Hulda. En þetta er góð ábending, ég skal koma áfram og koma með skýringar þessu á næsta fundi. Anna Sigríður, þetta mál, gjör svo vel. Forseti, já, ég þakka bæjarfulltrúa Kolbrúnu og formanni fræðslunemndar fyrir að koma og gefa þau svör sem hún gaf hér og fyrir að taka svona vel þessar ábendingu. Og ég var líka kannski mætti hugsa dálítið í framtíðinu með framsetningu svona skýrslna, hvernig svo að við aumir bæjarfulltrúar skiljum nú alveg það sem verið að bera á borð fyrir okkur. Ég tek heilshugar undir það sem að bæjarfulltrúi Kolbrún nefndi með þessi símaviðtöl. Ég held að þetta sé til mikilvægt bót og svo langaði mig bara því ég var nú aðeins að kvarta á það. Og maður ánátt alltaf að byrja að tala það sem er gott, því annars er hægt á að það gleymist hjá manni. En ég ætlaði bara að sérstaklega nefna verkefni sem er tekið þátt, Mosfellsbær tekur þátt í eins og til dæmis Hugur og heilsa, geðræktarverkefnið, forvarnar skimun fyrir þunglyndi. Mér er sagt að Mosfellsbær sé eina sveitarfélag sem sé að taka þátt í þessu verkefni. Ég fór ekki alveg en það var sagt mér. Og ég held og svo líka hvað heitir hitt verkefni hérna? Það er Hugur og heilsa og nú er ég búin að tína því hérna. Klóki krakkar, kvíðaröskunarverkefni. Ég held hvort tvekja þetta er til háborinnar fyrirmyndar. Og ég er mjög ánægð með þetta og ef við bara hugsum aðeins, bara lítum aðeins upp frá þessu borði hér og hugsum hvernig við erum alltaf að heyra fréttir af því hvað unga fólki okkar, því virðist vera og allt og mörgum, auðvitað einn er margir en allt og mörgum er að vegna illa, þau stríða við kvíða, þau stríða við þunglyndi. Þess að finnst mér bara gjörsamlega frábært að við skulum vera með svona verkefni inn í skólanum okkar. Og þá er þetta, þá náum við í börnin þar sem við erum með þau, við erum með þau inn í grunnskólan. Og þess að svo, þar höfum við aðgangunum, við getum náð í þessa krakka og veittum góða aðstoð. Þannig mér langaði að þá enda á þessum hjartnæmu nótum. Takk. Já. Einhver sem vil ræða þriðja mál, frekar. Anna Sigríður, þú varst búin að biðja orðið með eitthvað annað mál. Já, mér langaði að ræða annað mál líka. Já. Ég komst ekki á fundin. Gjör svo vel. Sjá. Forseti, þetta er ég ekki réttri fundagerð hérna. Jú, niðurstöður úttektar Lágafellsskóla. Það er mjög áhugavert að það var kynnt þarna sem sé kynntar niðurstöður ytri úttektar á starfsemi Lágafellsskóla og það er margt áhugavert og það er líka það er mjög margt gott sem kemur fram í þessar úttekt. Það er til dæmis kemur hér fram að það er markvisst unnið við niðurstöður einheldskannana, samskipti nemenda og starfsfólk einkennist almennt að jákvæðum samskiptum. Þetta held ég skiptir mjög miklu máli. Foreldrar bjóða ýmis tækifæri til að fylgjast með námsframvindu barna sinna.
En það sem veldur kannski smá áhyggjum þarna að það tekið fram, það sem í þessari úttekt, það sem eru tækifæri til umbóta, að þar talað að það þurfi að vinna að því að efla starfsandann og ganga frá málum sem tengjast nýjum kjarasamningum kennara. Ég held að sé alltaf áhugjefni fyrir okkur ef að það er alveg saman hvort það er skóli eða annað vinnustæð, ef að starfsandinn og svona, hvað er það að kalla, vinnustæðamenningin ekki að styðja við það starf sem fer þar fram. Þannig ég vil bara hnykkja á þessu, ég held að sé mjög mikilvægt að það sé unnið, fyrst þetta kemur fram í svona úttekt, að það sé unnið markvisst að því að laga, nú veit ég ekkert hvað þetta snýst, en bara það sé unnið markvisst að því að laga það sem laga þarf í þessu. En svo það hitt, svo kemur fram að kennarar þeir hafa góða fagþekkingu, bæði sem sagt fagþekkingu og kennslufræðilega þekkingu og það er náttúrulega frábært og það er eitt en það er eitt sem ég langar sérstaklega að nefna ég misti ég þáðina því að svo sérkennilegt að inn í sterkum þáttum fyrir nám og kennslu þá kemur fram að skólabræðun einkennist af sanngirni og virðingu. Þannig að mér finnst þetta pínulítið stangast á við fyrri athugasemdina en allavega það þarf að skoða þetta, en það er eitt sem er mjög auðvelt að laga sem kemur í tvígang fram sem tækifæri til umbóta inn í þessari skýrslu og það er svo athugasemd að gæta þurfi þess að fulltrúar í nemendaráð og skólaráð séu kosnir lýðræðislegri kosningu. Það er mjög einfalt að kippa þessi í liðinn og ég treysti því að fræðslunefnd hafi hvatt Lágafellsskóla til þess að bara einhenda sér í að gera það því að við nýtum náttúrulega þetta líka til þess að efla krakkan okkar í þáttöku lýðræðislegu samfélagi og þess vegna eigum við að passa upp á að það sé ekki handpikkað inn í svona svona verkefni heldur kosið. Og skal ég ykkur segja það var eitthvað annars ég ætlaði að nefna hérna líka mér hefur einhvern veginn tekist að rugla blöðunum mínum hérna ok, en ég kannski hérna aftur já, en allavega ég held að svona úttekt skólinn auðvitað, það eru gerðar úttektir til þess að finna það sem er gott en ekki síst til þess að finna það sem hægt er að bæta og þá að fagna því að okkur sé bent á hluti þar sem við getum bæta. Þannig að það er ekkert að því að það sé fundið að einhver í svona úttekt. Það er bara til þess að bæta hlutina og svo ætlum ég bara að segja, mér finnst bara alveg brilljant að það er tekið hér saman hluti sem ætti bæta að mati nemenda og þau segja fleiri böll og ég tek bara undir það, því það bætir skólastarfi. Já. Fleiri böll? Já. Kolbrún úttekt á Lágafellsskóla, gjör svo vel. Þetta er mál númer hvað? Þetta er mál númer 1. Já, við erum að ræða mál númer 1, úttekt á Lágafellsskóla. Þetta mál akkurat inn á þessum tiltekna fundi var nú eiginlega bara til að tilkynna það að málinu væri lokið. Þessi úttekt og þessi skýrsla sem liggur hérna undir málinu, hún hefur verið tekin fyrir bæði í fræðslunefnd og í bæjarstjórn fyrir löngu síðan. Jesús, ég man ekki eftir því. Nei, en samt sem að hef ég bara mikla ánægð að þau upplýsa þig um eitthvað, þú ert alltaf að upplýsa mig um eitthvað annars Sigríður. Þannig að þetta var tekið fyrir og já, en þetta var kynning, en málið var að, já, það búið að fara yfir alla þessa þætti, einmitt þetta nefnt með starfsandann, ég hnaut það á sínum tíma þegar þetta var tekið fyrir, þessi skýrslan úttektin sjálf, hlustaði hana Sigríður? Já, við hann að benda bara annað sem við ætlum að spyrja, fyrirgeðu. Úttektin sjálf, hún var úttektin sjálf, nú þetta vötur hvað ég ætla að segja. Já, hún var rædd á fræðslunefndarfundi og hún var það var fulltrúi íbúahreyfingarinnar sem bað að þetta yrði sett undir aftur, þessi úttekt, þetta skjal. Við höfum rætt það búið að fara yfir það búið að fara fyrir fræðslunefnd og bæjarstjórn
en það var beðið að þeir myndi fylgja málinu eftir sem fólk geti rifjað upp og skoðað. En gott og vel, það er bara fínt, það mátti alveg vera þarna. En máli snýrist það, akkurat í þessari fundargerð, að úttektin lokið, búa skilin gögnum sem átti að fylgja með og öll úttektin hefur farið fram, það búa að fara yfir flesta þætti og þar á meðal einmitt þessi starfsanda hluti og nemendaráðið og athugasemdir frá nemendum. Ég satt einn fund hjá þeim aðilum sem tóku út skólann og ég held að það hefði bara gengið, skólastjórar og starfsfólk hefði gengið bara mjög rösklega til verks og klárað þessa úttekt og farið í það þætti sem að þurfti að bæta. Talandi um starfsandan, þá nú kennarar í Lágfellsskóla akkurat í þessum töluðu orðum í ferð niður í Evrópu að kynna sér ýmsa hluti þar í öðrum skólum og vonandi hefur það bara mjög góð áhrif á starfsandan. Ég bara óskaði þeim alls besta í þeirri ferð og góðra skemmtunar. Ég vonum að þau komi bara endunar heim. Þannig að, en það er bara fínt, ég meina það aldrei of mikið oft það rætt að bæta skólan okkar. En ég vildi bara útskýra það, við höfum rætt þetta, við erum búin að fara í þetta allt saman, en gott og vel að rifja það upp. Já. Fyrir ekki, ég verð að fá því það bara bullandi þá miskilningur í gangi hérna og ég fá þetta með mig líka. Álefni 1. Forseti, það stendur undir þessu máli, skjölin eru merkt 3.10.2017, það stendur hérna undir þessu máli ytra mati mennta- og menningarmálaráðuneytisins á starfsemi Lágfellsskóla sem fram fór á haustdögum 2016 og eftirfylgd ráðuneytisins á umbótum lokið, stendur hér. Svo hérna bréf frá 19. september 2017 og þá stendur hvað, bæjarfulltrúi Ólafur, hvað var það, ég þarf eiginlega að kalla Óla með mér í ponti hérna. Má tvímenna í ponti að bæjarfulltrúi? Það er mjög. Já, það passar, 19. september. Já. Og hérna stendur í júní 2018 mun ráðuneyti óska eftir greinargerð framkvæmd umbótaáætlunarinnar fram að þeim tíma. Ekki 18, 17. Það stendur í bréfinu í júní 2018. Þetta er bréf 19. september 2017 og það stendur að ráðuneytið muni 1. júní 2018 ráðuneyti óska eftir greinargerð framkvæmd úrbótaáætlunarinnar þannig að hún virðist ekki vera alveg komin, skiljiði. Allavega finnst mér misvísandi skilur það sem ég les í bréfinu og það sem ég les í bókunni á fundunum. Já, sko, já. Má ég aðstæðast þessu bara, sko. Þú þurfa upplýst málið? Já, ég skal. Allir einu punktum. Viltu koma með það? Má ég bara? Sko, málinu er lokið. Þetta bréf, það var sendt með greinagerðinni, en ég held að annarkvort þeirra óskeftir, valla þeirra óskeftir nýrri greinagerð. Þannig mér segir svo hugur að þarna eigi að standa 2017 en ekki 2018. Þannig að ég skulum bara kanna það. Þetta er bara bréf. Ég skrifa 9. september 2017. 9. september 2017. Já. Þeir eru alltaf beðin aftur í tíma. Nei, þeir eru ekki. Bréfið er dagsett 19. september 2017. Já. Þetta er sendt hérna. Svo talaðu júní 2018. Já. En allavega þá óskatti greinargerð framkvæmd. Þetta var samt aldrei ruglu okkur dálítið. Já, ég skil það vel. Við skulum bara kanna það, hvað þetta er. En allavega þá búið, umbótaáætlunin hefur farið fram, það búið að tekja öll box, það búið að senda þetta, þannig að nú veit ég ekki hvað ráðuneytið er að hugsa. Við skulum bara kanna það. Ekki bara fyrir að kanna hvernig hefur tekist að framkvæma í samræmi við umbótaáætlunin? Það gæti mögulega verið bara eftir að það fylgja þessu eftir. Að það sé bara þannig, að þetta sé einhverju punktar sem vilja fá það bara árið seinna, hvernig hefur gengið. Af því að margt náttúrulega þessu gerist ekkert bara í sama mánuði, þetta er margt að þessu langtíma verkefni, þannig að þeir auðvitað til að halda fólki við efnið. Ég veit að, þetta umbótum aldrei lokið, en ég veit það til dæmis að leikskólinn Hlíð, þegar ég var foreldri þar, þá var ég í hópi, einhver rýnihópi, og ég veit að það voru mörg mál þar atriði sem að tóku yfir langan tíma. Þannig að væntanlega eru þeir að hugsa það, bréfið dagsett fram í tíman vegna þess að, ætli það ekki, ég hef ekki að kaupa þá skýringu bara. Jú, ég held það bara. Já. Lýðræðislega kosning, það má kippa því í lið. Já. Nú, fleiri hafa ekki hvassir hljóðs fræðslunefndarfundinn frá 3. október, þannig að umræðum er lokið þann fund og við göngum þá til atkvæða. Þeir sem staðfest þessa fundargerð eins og einstök mál bara með sér, það er staðfest með 9 atkvæðum.
Og þá komið að notandaráði fatlaðs fólks sem til dæla ný skeið tekið til starfa. Þetta fundur nr. 2. Hann var haldinn 3. október 2000 síðastliðinn og orðið laust þá fundagerð. Notandaráð fatlaðs fólks. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar bara aðeins að því að nú hann Theodór, formaður fjölskyldunefndar í fríi og bað fyrir kveðju, en hann sem sagt sendi mér hérna nokkra punkta, ég ætla ekki að fara yfir það alla, varðandi þennan fund. Það sem þarna merkilegt kannski í varðandi, ég held að sé lið nr. 1 í hérna... Heimili fyrir börn. Já, heimili fyrir börn. Að hann vildi, sem sagt, og það vakti athygli mína, og vil benda á það hér í pontu, að þarna erum við að koma á laggirnar heimili fyrir börn hér í okkar bæ sem að þurfa vistun utan heimilis. Við höfum nýtt þetta úrræði náttúrulega áður, en þau hafa verið send, sem sagt, í önnur sveitarfélög og okkur hefur ekki hugnast það, en við viljum bæta þjónustuna og hafa börnin hér í okkar bæ og inn á heimilum sem við kannski þekkjum betur til og inn við aðstæður sem við treystum. Ekki það að við treystum ekki hinnum, en þetta bara betra. Þannig að við, okkur finnst þetta mjög stórt skref, þetta mikilvægt skref og varðandi alla barnavernd og aðstoð við foreldra sem eiga börn sem þurfa frekari aðstoð. Þannig að mér fannst mjög vert að kynna ykkur, að ræða þetta og benda á þetta atriði. Þá það... Já, svo var þarna varðandi reglur má ég halda áfram? Eitthvað spurningar þetta? Já, kannski rétt að spyrja, vill einhver ræða fyrsta mál? Nei, þetta hefur komið áður. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Nú, það ekki að vinna þetta? Við rætti þetta borða áður. Kolbrún, þú heldur það fram bara? Má ég halda fram? Já, gjörðu svo vel. Já, það held ég sem mál nr. 2. Má ég sjá þetta, Björki? Það styrkir. Já, styrkirnir. 27. grein. Ég ætla ekki að ræða það. Nei. Þá bara eitt eftir. Já. Reglur liðveislu. Já, reglurnar liðveislu, það var það sem ég ætla að ræða. Það var þarna í 8. greininni, það gætti misskilnings þar, að það stendur að ekki innheimt gjald fyrir liðveislu, en notandi þjónustuna greiðir þá sjálfur eigin útlagðan kostnað. Og það var einhver sem misskildi þetta, eða benti á að það væri hægt að misskilja þetta. En þarna sem sagt verið að benda á að ef var til dæmis fatlaður einstaklingur á ólífsaldri vill fara í bíó, þá náttúrulega býst honum aðstóðin, liðveislan, en greiðir sjálfur þá fyrir bíómiðan sinn eða keiluna eða hvert vilja fara, þá hann að greiða þann kostnað. Það er það sem í rauninni verið að benda á. En þarna ætlaðu að skýra þetta bara aðeins betur. Og síðan kom ein mjög góð ábending. Fyrsta lagi var, það var eitt sem ég ætla að nefna undan, það voru göngustíðarnir kringum Reykjalund, það þurfti að skoða aðgengismál betur þar, það var mjög góð ábending. Var það undir þessu? Nei, þetta var svona almennt, bara sem var eftir fundinu. Þetta er svona útafnir frá formanninu sem ég er að benda á hérna. Já, það var tala það að aðgengið í kringum Reykjalund væri ekki gott og ekki gott fyrir þá sem eru á hjólastólum. Þannig að það þurfti einhvern ábending og þurfum bara að skoða það betur. Síðan kom það í lokin að það var gestur á fundinum sem var fatlaður og fundinum í hjólastól. Hann ætlaði að fara að henda kaffimálinu sínu hérna frammi og þá benti hann á það að hann gæti ekki stigið á fetaland til að opna lokið. Þannig að við hérna sem erum ófötluð, við höfum ekki alltaf svörin. Þannig að þetta var mjög góð ábending þó að tunnurnar séu fínar. Þá gat viðkomandi ekki hent málinu sínu. Og þetta fannst mér mjög góð ábending frá þeim aðila og ég held að formaðurinn hafi verið bara pínu skammastilegur þegar hann aðstoðaði hann við það. Þetta það sem ég vildi segja notendaráðið. Já. Fleiri hafa nú ekki hvað til hljóðs þessa fundagerð. Þannig að ég ber hann upp til staðfestingar. Þeir sem umræðum er lokið þá, þeir sem samþykkja þessa fundagerð eins og einstaklega álbera með sér, eru bennir rétt upp hönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að skipulagsnefnd Mosfellsbæjar.
númer 446, 13. október 2017, venju mörgmál að draska á 14 mál, orðið laust, fundargerð skipulagsnefndar. Engin kveður sér hljóðs fundargerð skipulagsnefndar frá 13. október síðastliðinn, þannig að umræðum lokið og ég bið þá að rétta upp hönd sem vilja staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér. Hún staðfest með 9 greiddum atkvæðum. Næst það umhverfisnefnd Mosfellsbæjar. Umhverfisnefnd hélt fund 12. október síðastliðinn. Það að segja síðustu viku. Þessi fundur var númer 182 og ég gef orðið laust. Sigrún, gjör svo vel. Þegar við fórum út, ég fór 10 mínútur niður, nei, ég fór 10 mínútur niður. Hann fór að loka. Já, ok. Þetta alveg rétt, þetta bara rangt. Þetta bara rangt fært í fundargerð. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir fundargerð umhverfisnefndar númer 182 og það mál númer 2, reglur framkvæmdir á viðkvæmum svæðum. Og ég ætla bara að lýsa yfir ánægju með það að þessar reglur skuli vera orðnar að veruleika. Íbúahreyfingin lagði það til að gerðar yrðu leiðbeiningar fyrir framkvæmda aðila sem að vinna á náttúrusvæðum og viðkvæmum svæðum. Og það var samþykkt í fyrra við gerð fjárhagsáætlunar og þessar reglur hafa nú litið dagsins ljós og hafa tekið stórstigum framförum líka á milli funda af því að það sem verið að kynna núna það eru lokadrögin og ég tel að það sé mjög mikilvægt að sveitarfélög semja svona reglur og vekja athygli framkvæmdaaðila á því að þeir þurfa að gæta varúðar þegar farið út í framkvæmdir, sérstaklega á náttúruverndarsvæðum og svæðum sem eru viðkvæm fyrir raski. Mér langar samt, mér skilst að það hafi ekki verið gert, en mér langar að leggja til að þessar reglur, þær verði sendar til umsagnar hjá fagstofnunum. Og þessar fagstofnanir sem hafa með svona mál að gera, það Umhverfisstofnun, Hafrannsóknastofnun sem var áður Veiðimálastofnun. Ég geri ráð fyrir að þetta hafi verið unnið í nánu samstarfi við heilbrigðiseftirlitið. En þeir hafa sérstaklega náttúrulega að gera með mengunar og vatnsverndarmál. Og svo jafnvel til landgræðsluna sem hefur að gera með jarðvegsrof og allt sem lítur að því og uppgræðslu. Og það sem sagt tillaga okkar í íbúahreyfingunni að þetta verði sendt til umsagnar. Þessar ágætu reglur sem við teljum að geti orðið til góðs í Mosfellsbæ. Já, ég hef sett sjálf á mig á mælirðarskrá til að ræða þetta ágæta mál. Það sem fyrir 2 í fundargerð umhverfisnefndar 12. október. Reglur framkvæmdir á viðkvæmum svæðum. Þetta var rætt á 2 fundum. Við taldum það að eftir fyrri fundin fyrir nokkur vikum væri ástæða til þess að nefndarmenn hefðu svona svigrúm til þess að bæta við
betrumbæta. Þetta verða opinbera reglur eiginlega frá og með deginum í dag eða þetta verður samþykkt hér á eftir. Það koma ágætar viðbætur. Þetta er mjög þarft að setja þetta á eitt stað. Sjálfur sér kannski ekkert nýtt, en þetta er bara kannski svolítið nýtt að tína þetta svona saman. Þannig að þeir sem eru að ráðast í framkvæmdir á sérstaklega á viðkvæmum svæðum, þeir geta gengið að þessu í einu plaggi og bara sem dæmi að raska ekki landi meira en þarf tala hverfisvernd sem ekki við sem allir vita sem eru ráðast í framkvæmdir vita hvað og það vísað jafnvel til þeirra embættismanna sem hafa með málin að gera, þannig að þetta er gott og þarft leiðbenningablað fyrir þá sem eru að fást við framkvæmdir og þetta, eins og segi, viðbæturnar voru bara hinar ágætustu. Varðandi tillögu fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar það að það sé sérstök ástæða til að senda til fagaðila sem eru vissulega margir, það Umhverfisstofnun og Hafrannsóknastofnun þess vegna og Landgræðslan og fleira. Ég sé ekki beint ástæðu til þess. Það er ekki þannig lagað nýtt í þessu plaggi. Það sem er nýtt og ég held að við séum kannski undan öðru sveitarfélögum hvað þetta varðar að setja þetta í eitt plagg sem fer inn á heimasíðuna Mosfellsbæjar og öllum aðgengilegt og bara svona leiðbenningarblað og auðvitað erum við að halda ýmsu á lofti sem að við viljum halda á lofti og framkvæmda aðilar geta þá tekið mið af því. Þannig að ég sé sjálfur sér ekki ástæða til þess að lengja leiðina og til þess að fá álit eða eitthvað þýðilegt frá þessum stofnunum sem að hér voru nefndar áðan. Þetta er gott og gilt og stendur algjörlega fyrir sínu held ég. Þannig ég sé ekki alveg hvað tilgang það að þjóna að vera að lengja leiðina. Þannig ég hvet bara til þess að þetta verður bara staðfest með fundargerðinni og fer þá sem opinbert plagg. Ég ætla að senda tillöguna. Já. Legg til að við gerum hérna örstutt fundarhlé núna. Það sem að þú ert að ræða, Sigrún. Já, ég er að leggja. Já, við hefðum það fund á 9 og Sigrún Pálsdóttir ætlar að lesa hérna upp tillögu sína í máli númer 2 í fundargerð umhverfisnefndar frá 12. október. Gjörðu svo vel, Sigrún. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar fagnar heilum huga sem sagt lokadrögum að reglum framkvæmdir á náttúrusvæðum. Slíkar reglur fyrir framkvæmdaraðila eru sérstaklega mikilvægir í sveitarfélagi sem býr yfir jafnmiklum náttúrugæðum og Mosfellsbær. Íbúðarhreyfingin telur þó að hægt sé að gera gott betra með því að senda reglurnar til umsagnar hjá fagstofnunum, svo sem Umhverfisstofnun, Hafrannsóknastofnun, Landgræðslunni og Heilbrigðiseftirlitinu. Ég þarf að laga þetta orðalagið og senda. Óskar eftir fundarhléi. Má ég taka því máls bara meðan hún lagar þetta? Já, en sendu fundarhléi. Já, það er engin efnisleg breyting, sko. Gjörðu svo vel, Bryndís. Já, forseti, ég bara furða mig mjög á því að svona tillaga komi þá ekki fram inn í nefndinni þegar verið að vinna svona málum og ég held að það hefði örugglega og verið minnsta mál fyrir starfsmannanefndarinnar að taka upp tólið og heyra í þessum ágætu fagstofnunum og vita hvort að þær hefði eitthvað svigrúm til að leggja eitthvað til málana. En nú erum við hér að afgreiða fundargerð nefndarinnar þar sem þau eru að leggja þetta til og þetta er búið að fara í þennan farveg hjá okkur. Þannig að ég skil eiginlega ekki að við ættum hér inn í bæjarstjórn að fara að vísa málum úr nefndum áfram inn í hinar ýmsu ríkisstofnanir. Það kann vel að vera að þetta sé með einhverjum hætti hlutverkari, ég verð bara viðurkenna, ég þekki það ekki. Og mér finnst þó allavega betra hér ef ég ætti að samþykkja slíka tillögu og hafa þá fullkomna þekkingu það, hvort að þetta sé hlutverk eða hvort þau séu hreinlega tilbúin að taka við svona plaggi.
Ég bara átta mig ekki á því, þannig að ég treysti bara nefndinni fyrir þessari vinnu sem hefur átt sér stað. Sjálfsagt að kynna þetta fyrir einhverjum stofnunum sem hafa með máli að segja. Og svo lítið nú líka svona á að svona sko reglur svona verklag eru auðvitað lifandi plagg og geta tekið breytingum. Þannig að ef einhvers staðar koma ábendinga frá, þá er sjálfsagt að aðlaga plaggið. En ég legg bara til að við drifum þetta á og samþykkjum þetta. Samþykkjum þetta? Til umsögn? Já, bara samþykkjum Já, en áður en við getum samþykkt fundargerðina, þá verðum við að taka afstöðu til þessar fundargerðar. Ég ætla búin að gefa sjálf mér orðið hérna. Og eins og ég sagði hér áðan, ég gerði grein fyrir málinu, mér finnst meginmunur á því hvort það sé verið að tala hérna að senda þetta til umsagnar eða senda þetta til kynningar. Það er bara munur á því. Ef það er til umsagnar þá er málinu ekki lokið, þurfum að taka það aftur fyrir til að sjá þegar búið er að fá álit frá þessum stofnunum sem hér og nefndar áðan. Það hefði verið skynsamlegra og betra eins og sagt var, Bryndís sagði hérna áðan að þetta hefði þá gerst á vettvangi nefndarinnar og komið þá sem fullbúið plagg. Þannig að ef að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar stendur við þessa tillögu og það leggja þetta til umsagnar í þessum stofnunum, þá legg ég til að sú tillaga verði felld. Var eitthvað breytingar, segir hún, á þessu? Já, ég bara laga það aðeins alveg. En að öðru leyti er þetta svona að leggja til umsagnar? Ég laga það svona að því sem ég sagði í pontu, sko. Já, þannig að ég er búin að lesa þessa tillögu. Óska fundarmenn eftir að það verið lesið aftur með þessum breytingum. Þá fólk til... Nei, við erum í beinni, eins og það heitir. Við skulum, ég ætla að biðja að vera undirbúna undir atkvæðagreiðslu þessa tillögu Sigrúnar Pálsdóttur reglur, framkvæmdir. Hún leggur sem sagt til að þessar reglur verði sendað til umsagnar vel að merkja hjá nokkrum stofnunum sem hún tilgreindi hér áðan. Þeir sem að samþykkja það, þeir eru búin rétt upp hönd. Samþykkja það að verði sendað umsagnar. Fylgjast með. Þeir sem eru á móti því að það verði sérstaklega umsagnar, þeir búin rétt upp hönd. Tillagan er felld með 8 atkvæðum gegn 1. Og þá lítið svo á að þessi liður sé uppræddur, það var með 2. Fyrirgefðu forseti, þurfum ekki að samþykkja svona reglur sérstaklega? Eða er það bara í fundargerðinni? Já, það er nokkuð, ég nýtti þannig á að þessar reglur séu samþykktar og leiða við samþykkjum fundargerðina. Já, ég var bara ekki hvort að þyrfti að bera svona reglur sérstaklega. Og lögmaðurinn kinkar kolli. Þetta eru bara innri reglur. Þetta eru innri reglur. Það er ekki að skilja henni. Nú, það voru þarna 6 máli í heildina á dagskráni. Er einhver sem vil ræða einhver önnur mál heldur en mál nummer 2? Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti fundarstjóri, forseti. Ég kem hér fram undir máli nummer 5, endurskoðun á umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ, framhald á umræðum gerð skógræktarstefnu fyrir Mosfellsbæ og stefnumótunar sjálfbærni. Það er núna tillaga upp á borði að gera heildar umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ eða endurskoða hana, réttara sagt. Það hefur lengi staðið til og ekki beint staðið til, heldur verið í umræðunni að gera sérstakt skógræktarskipulag. Og þar sem sérstakt tillit er tekið til landslags, náttúrugæða og fleira. Og við teljum að það verkefni þoli enga bið, að við getum ekki beðið eftir því að það verið endurskoðuð umhverfisstefnan í heild sinni. Heldur teljum við að Mosfellsbær ætti bara einhenda sér í það að fá
fá það fólk í þá vinnu að búa til skógræktarskipulag fyrir Mosfellsbæ. Og ég hef þar í huga sérstaklega borgarskóga sem að Reykjavíkurborg lét gera og við reyndar fórum að kynningu hjá fólkinu sem vann þá stefnu fyrir nokkrum árum og eftir sem að mér skildist á þeim fundi var bæjarstjóri og fleiri mjög áhugasamir það verkefni. En síðan eru liðin mörg ár og það hefur ekkert gerst í þessu máli og það nú einu sinni þannig að skógar eru til þess fallnir að auka lífsgæði íbúa í vindasömu landi og hana þarf að efla. Mosfellsbær á mikið land og það þarf líka að þar sem að verið að gróðursetja heilmikið, en það er í rauninni töluvert skipulagslaus og vinna, eins og maður sér til dæmis bara að eftir nokkur ár þá verða til dæmis fellin fallegu fellin í Mosfellsbæ, sérstaklega Lágafelli sem er alveg einstaklega setur mikið svip á landslagi í Mosfellsbæ. Það verður bara horfið á bak við allir þessi tré sem búið að planta hana. Og í rauninni bara það gerir það að verkum að maður hugsa með sér ef að mótuð yrði skógræktarstefna eða búið til sérstakt skógræktarskipulag, þá þyrfti maður ekki að hafa áhyggjur af því að svona gerðist. Vegna þess að þá væri búið að setja hlutina í heildarsamhengi og skoða skógrækt út frá landslagi og þeim náttúrugæðum sem yfir höfuð eru á þessum svæðum. Og við í íbúðarhreyfingunni höfum marg undirstrikað það að það sé mikilvægt að einhenda sér í þetta verkefni. Þetta er alveg sérstakt verkefni og það væri hægt að flétta það síðan inn í umhverfisstefnuna sem yrði unnin. En við teljum brýnt að fara í þetta verkefni, teljum að meira að segja ekki þola neina bið, vegna þess að við erum búin að bíða svo lengi og þess vegna legg ég til að það verði skoðað að fara í það að móta nú loksins þessa skógræktarstefnu eða setja fram eða koma fram með tillögu að skógræktarskipulagi með hjálp þeirra sem að mest vit hafa á þessum málum. Bryndís, kjásvar. Já, forseti, undir þessum sama lið, þá höfum við rætt hér skógræktarstefnu og það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúum og það hefur svo sem lítið gerst í því. Nema þó það hefur verið lögð fram tillaga í skipulagsnefnd grænt skipulag, tillaga sem kom frá fulltrúa Samfylkingarinnar. Og ég skal líka viðurkenna það að það hefur gengið allt of lengi og allt of seint að vinna með það verkefni. Og á þeim tímapunkti þegar það kom fram þá vorum við svona að velta fyrir okkur snertiflötum þessara tveggja stefna eða verkefna og hvort að þetta ætti kannski saman heima í einni stefnu. Og ég sé í rauninni fyrir mér að þegar það er komið einhver svona skipulagsákvæði í kringum skógrækt og græn svæði að þá sé í rauninni bara hluti aðalskipulagi og væri þar lendi mjög gott að vinna það bara og vættum þann kafla þá inn í aðalskipulagi næst þegar það verður endurskoðað. Þannig að ég ætla ekki að leggjast gegn því en ég myndi samt ekki styðja beint tillögu núna að hefja þetta því mér finnst að þurfa að leggjast á betur yfir það hvort að þetta falli ekki saman inn í þessa hugmynd græna skipulagi. Ég reyndar ekkert rosalega miklar ágjör á ásýndinni frá Lágafelli út af því að ég fer nú mikið þar og mér finnst það einstaklega fallegt og það er nú ekki mikil skógrækt í það sem að ber frá Vesturlandsveginum, það frekar hinum megin og það er reyndar líka virkilega huggulegt svæði og ég hvet þá sem ekki hafa gengið þar stígana fyrir ofan Krikahverfi að gera það því það er virkilega einmitt skjólgott og fínt og maður tekur eftir því að það er töluvert nýtt af fólki svona yfir vetur og haust þegar það er oft svona vindasamt.
En ég get líka alveg verið sammála því að það er full ástæða til þess að hafa eitthvað skipulag það, hvar við eigum að hérna gróðursetja og hvar ekki. Og hversu hátt það má vaxa og annað þess áttar. En mér langar þó í þessu sambandi, út að við erum hér að tala um endurskoðun og umhverfisstefnu og það er verið að tala um að fylgja hérna þessum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, sem er mjög gott og gilt. Að þá langar mig líka að koma með svona minn óskalista, ef við erum að ræða það, hvað þetta taka verið, og það er svona kolefnisbókhald. Og ég væri mjög hlynnt því ef við myndum taka það, ef að nefndin myndi taka það kannski inn í þessa vinnu og það væri þá annars vegar kannski hluti af sko, umhverfisstefnu Mosfellsbæjar að svona kolefnisjafna bæinn, eins og kostur er, og hérna þannig að við værum svona og ég gerir ráð fyrir því að þetta þyrfti líka svolítið að koma inn á fjármálasviðið okkar. Við höfum talað hérna grænt bókhald og erum komin eitthvað áleiðis í því og hérna þannig að ég væri hérna mjög ánægð að við myndum sjá einhver svona stærri skref í þeim efnum líka. Og hérna þannig að mér langar að hvetja nefndina til þess að kannski taka það líka inn í umræðuna þessa umhverfisstefnu. Já, ég hef nú sett hérna sjálf á mig á mælendaskrá, þannig ég ætla að ræða þetta mál sem er númer 5 í fundargerð umhverfisnefndar. Endurskoðun og umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Bara svo maður aðeins reki þetta hérna, að þið hefur ekki komið fram núna, við hefum nú rætt þetta áður. Það var ráðist hérna fyrir allan okkur í viðamikla vinnu, íbúar og starfsfólk bæjarins í hérna, umhverfisstefnu, stefnu sjálfbæra þróun, gekk undir nafni staðadagskrá 21. Þá var það svona heildaráætlun til 2020 minnir mig. Þetta hefur nú birst hérna árlega undir svokallum verkefnalista, þar sem við farið yfir einstök svið. Stuttumálið er þetta nú svona kannski runnið sér skeið, þessi merkimiði, ég held að fólk sé sammála um það, þá að segja staðadagskrá 21 og menn eru að horfa til hérna nýrra átta má segja og það nú að þetta verið mjög þarft plagg og stefna en þess vegna erum við í þessari vinnu í umhverfisnefnd fyrst og fremst núna að eins og segir hér að endurskoða umhverfisstefnuna og þetta hefur nú verið nokkru sinnum á dagskrá hjá okkur. Því það koma alls konar spurningar. Hvað er að gera? Eigum við að vinna frá gamla plagginu? Það var nú ekki niðurstaðan. Eigum við að vinna þetta á nefndarfundum eða aðkeypta vinnu eða hvernig það er? Á þetta að vera stórt og mikið plagg eða lítið plagg? Eitt af því sem við skoðum var umhverfisstefna frá öðrum sveitarfélögum. Það kom á daginn að það var ekki viðamikið nema helst á Reykjavíkurborg. En reyndar var nú ein umhverfisstefna sem við vorum einmitt að skoða á síðustu fundi í svona velhönnum bæklingi frá Garðabæ sem var kannski svona eitthvað sem var svona mátulega viðamikið eins og við erum að hugsa. En við erum að móta þetta í nefndinni hversu viðamikið á þetta að vera og ekki síst verklagið. Áður við fyrir ramman, hver ætlar að vinna verkið og það sem að bara niðurstaða fundarinnar eins og ég ætla bara að lesa hérna upp hérna, það var sem sagt efnislega var það þannig að nefndin fól umhverfissviðið að leggja fram draugaramma fyrir endurskoðuna, hvaða efnisatriði eiga þar að koma fram eða efnisgrind eins og það er sagt. Ég held að það verði næsta skref þannig að það mætti að þetta verði á dagskrá næsta fundar. Það er rétt sem að hér var sagt áðan að menn eru að horfa til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og þar kemur náttúrulega loftgæðið inn í og vatn og fleira. Þannig að það er eitt sem menn ætla að horfa til án þess að taka það bara eitt og sér. Ég held að við verðum að hafa önnur sjónarhorn líka. Svo bara að lokum með skógræktarstefnuna því hún hefur verið svolítið í umræðinni svona kannski ein og sér og við hefum dálítið hugsað um það í þessari vinnu hér passar hún ekki inn í þetta sem við erum að fara að gera það er eitt sem að við þurfum svona að svona kemur á daginn við þurfum að halda áfram með þá vinnu það var nefnt hérna skógræktarskipulag áðan og hvernig hvar á að planta og það er alveg rétt sem að Sigrún sagði hérna áðan að allir vita sem kynna sem málin að þegar var að planta fyrir 20, 30, 40 árum þá var kannski vissum en ekki að spáði ekkert í það hvernig landið myndi líta út eftir
eftir þessa áratíu. Við erum eiginlega komin á þann stað að sumstaðar er verið að grísja þeir tré sem var plantað fyrir þessum áratugum. Það var ekki vita hvað myndi vaksa hratt og hvernig landi myndi líta út og myndi fjallið hverfa eða lautin eða kletturinn sem var svo fallegur. Þetta er nú að gerast reyndar all land. Þessi svona svolítið viðhorfsbreyting. En þetta er eitt af því sem að við munum örugglega halda áfram að tala í þessari vinnu hér á vettvangi umhverfisnefndar með skógræktarstefnuna. Skógræktarstefnuna segi ég, og það á náttúrulega bæði við skipulag og fleira. Hérna á líka reynt grænt skipulag sem er dálítið annar merkimiði hvað þetta varðar. En þetta er bara mjög spennandi að vinna þetta áfram og mun væntanlega vera á dagskrá næsta fundar umhverfisnefndar hér í nóvember. Nú, þetta var 5. mál. Er einhver sem veit ræða? Ég er að standa tillögun á Sigurð og Bjarka. Já. Skógræktarstefnunum. Fórsti, þessar búin að vera hérna athyglis. Já, ég bara morði það. Já. Ég ætla að hlusta á það. Já, hvað er það? Athyglisverður umræða sem hér á sér stað skógræktarstefnu, grænt skipulag, staðdagskrá 21 og ýmislegt fleira. Kolefnisbókhald, grænt bókhald. Ég ætlum kannski ekki að fara svo mikið, ég er alveg sammála því sem að hér hefur komið. Mér finnst að bærin eigi að vera með grænt bókhald. Ég reyndi að held að svona kolefnisbókhald rúmist innan þess bókhalds, þannig að þetta er kannski sami hluturinn. Varðandi skógræktarstefnu, þá var það þannig að tillaga, eins og hér kom fram hjá bæjarfulltrúa Bryndísi, að tillaga fulltrúa Samfylkingarinnar í skipulagsnefnd grænt skipulag fyrir Mosfellsbæ var samþykkt semst inn í skipulagsnefnd og það er náttúrulega og það er líka rétt og sem er bara frekar leiðilegt að þeirri vinnu hefur miðað afskaplega hægt. Ég myndi nú halda það að skógræktarstefna myndi nú falla bara beinlínis undir græna skipulagið vegna þess að það gefur svona heildarmynd og er svona kafli sem myndi passa mjög vel inn í aðalskipulag bæjarins sem stuðningu við það hvert er verið að fara í þeim efnum og ég held meira að sú tillaga þegar hún var lögð fram á sínum tíma hafi verið hugsuð þannig að hún yrði hluti að aðalskipulagi síðan. Að fara að gera núna, hlaupa til núna og búa til fara að hefja vinnu við skógræktarstefnu finnst mér dálítið tvíverknaður. Mér finnst að við ættum frekar en að leggja áherslu á það að vinna með græna skipulagið henni verið hraðar. Þannig að það er sú tillaga sem ég myndi styðja, ekki í staðinn fyrir að vera hér komið nýja tillögu. Það heitir eitthvað annað. Bryndís, Gjörsvöld. Já, forseti, ég get bara heilsu að tekið undir það og þetta er bara ágætis áminning og ég var einmitt að senda póst hér á embættismenn okkar og minna á það að við myndum þurfa að taka þetta málum með græna skipulagið upp mjög fljótlega og við þurfum að ýta því og veru og það þarf eitthvað að fara að fæðast í þeim efnum. Það er náttúrulega væntanlega fyrst og fremst bara út af því að það er mikið álag hér á starfsfólki sem að þetta hefur ekki, hugmyndin var sérst að vinna það innanhús og svo hefur líka verið erfitt að fá landslagsarkitekta til að taka sér verkefni því að það er bara einfaldlega aðstæður eru þannig á markaði en einhver sem bara tek heilshugar undir það að við þurfum að drífa það verkefni áfram. Ég er alveg sammála því að eitthvað sem heitir kolefnisbókhald rúmast fyllilega undir grænu bókhaldi og en það myndi gefa okkur það tækifæri ef við værum með gott grænt bókhald sem heldur þar myndi líka undir kolefnismálin að setja okkur stefnu að kolefnisjafna sveitarfélagi Mosfellsbæ, allan rekstur hér í Mosfellsbæ, þú veist, þannig að og það tengist að skógræktarstefnuna þannig að það sem við reyna að draga úr útblæstri eins og mögulega hægt er, þar sem við þó þurfum að gera það þá sjáum við til þess að fara í skógrækt á móti. Þannig að það getur gefa okkur bara tækifæri til að vera með svona gott markmið inn í framtíðina inn í þessari umhverfisstefnu. Þannig ég beini þessu aftur til umhverfisnefndar að taka þetta til umræðu. Já.
Sigurjón, byrju við ætlar að hérna. Já. Það svo vel. Já, ágættur forseti, aðrir bæjarstjórnar meðlimir. Nú, ég hérna kemur svona að því ég umhverfisnefnd og við ræðum oft þessi skipulega stefnumörkum, varðandi umhverfismál og annað. Og ég svo sem innbráð því bæði í umhverfisnefndarinn og svo á vettvangi bæjarmála þar sem við hérna í meðlutunum höfum að ræða saman og líka á fundum hérna hjá mínum félögum í XD að skógræktarmál ættu að vera hluti af skipulagsmál. Því að þetta er mjög mikilvægt mál okkur. Við búum við þannig umhverfi að landið er víðfeðmt. Það er mikill skógræktaráhugi hérna í bænum og þetta er eitthvað sem þarf að hafa svona betri stjórn á. Þannig að hérna, við kannski verðum ekki með allt og mikið að trjám á stöðum sem kannski passa kannski ekki beinlínis fyrir skógrækt. Eins að sjá til þess í skipulagsmálum, skógræktarmálum, að trjáplöntum sé valið saman, ekki segja blanda of miklum mismunandi tegundum saman, heldur svona hafa svona einhver svona fasta heildarsýn, þannig að þetta verður ekki svona frekar svona kruppulegt eða svona óskipulagtlegt og hérna og eins að trjáplöntum trjáa. Það er ekki bara það sem plantað um náttúruna, heldur líka innanbæðis. Þetta er eitthvað sem ætla að taka tillit til hérna skipulaginu hérna bæjarumhverfinu. Tré eru falleg en það má ekki alltaf mikið af þeim og þau vaksa með tímanum og það þarf að grisja þau. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að svona taka kannski meir inn í hérna skipulagsmál líka. Takk fyrir. Já, Sigrún Pálsdóttir, þú ert búin að biðja um orðið, gjörðu svo vel. Já, ég veit ekki, sko, ágæti forseti, mér langar aðeins að koma inn á það sem Ólafur var að segja hérna áðan með græna skipulagi. Ég sé þetta fyrir mig þannig, ef við tökum græna skipulagi sem heildarskipulag, þá kemur það ekki til staðinn fyrir það að þessi vinna verði unnin. Allt það sem varðar skógræktina og hérna hvar planta skuli trjám og hvar eigi að staðsetja skóga og svo framvegis. Það er bara hérna það kemur ekki til þetta græna skipulag kemur ekki til staðinn fyrir þá vinnu. Þessa vinnu þarf hvað sem er að vinna. Það skiptir ekki máli þó að yfirskriftin sé grænt skipulag eða hérna, umhverfisskipulag eða hverslags skipulagsstefna eða hvað það er. Þetta snýst bara um það að þetta er ákveðið fagsvið skógræktin og hérna hún getur verið náttúrulega hluti og á bara að vera hluti að grænu skipulagi eða umhverfisstefnu. Og þannig þarf að vinna það. Það kemur ekkert í staðinn fyrir það að hérna skipuleggja þetta með faglegum hætti. Hvar rækta á upp skóga og hvar ekki. Þannig að hérna, við erum bara að taka eitt skref með því að búa til skógræktarstefnu og útbúa skógræktarskipulag. Erum við bara að taka eitt skref í rétta átt. Og það eru fjöldinn allur af fagsviðum innan græna skipulagsins eða græna hérna, verkefnisins sem Samfylkingin hefur verið að leggja til. Að fjöldinn allur af hérna, mismunandi verkefnum sem að heyra undir mismunandi fagaðila. Og þetta hérna, skógræktarskipulag þarf að vinna af fagfólki og það verður ekkert hjá því komist ef að farið verður í þetta græna skipulag verður bara ekkert hjá því komist að hérna að leita eftir faglegri aðstoð hjá fólki sem að þekkir til.
En mér langar að lesa hérna upp tillöguna mína. Já, gjör svo vel. Tillaga lista íbúðarhreyfingarinnar skógræktarstefnu. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera tillögu sinni að Mosfellsbær einhendi sér í það verkefni að móta skógræktarstefnu og vinna skógræktarskipulag sem tekur tillit til landslags og annarra náttúrugæða. Skógar eru til þess fallnir að auka til muna, lífsgæði íbúa í vindasömu landi, skógrækt þarf að efla, en það er jafnframt mikilvægt að því sé stýrt hvað rækta skal skóga og hvaða trjátegundum er plantað. Skógræktarstefna að hætti borgarskóga er búin að vera í farvatninu árum saman og kallar íbúðarhreyfingin nú eftir aðgerðum. Ekkert er því til fyrirstöðu að vinna að grænu skipulagi og að endurskoða umhverfisstefnu samhliða þessu mikilvæga verkefni. Já, þetta er hérna tillaga sem við erum að taka afstöðu til, en Ólafur Ingi, þú ert hérna næstur á mælda skákjárssól. Forseti, ég veit ekki alveg, átti mjög erfitt með að átta mig á þessari uppsetningu bæjarfulltrúa Sigurðar Pálsdóttur. Hún stilti hlutunum annars vegar upp þannig að skógræktarstefna veri unnin af fagfólki en græntskipulega fúskurum. Nei, alls. Mér fannst hún tala um það að það legði mikla áherslu á það, hún sagði það beinum orðum, að skógræktarstefna veri unnin af fagfélögum og fagaðilum og þá var þetta mátti það þannig skilja að grænt skipulag væri það ekki. Ég hefði miklu frekar, og ég tala hér, vilt þú ekki bara nota þinn ræðustól til þess að tala og þarftu líka að tala úr sætiðinu? Mér finnst það bara að eins og ég líti á þetta, þá er grænt skipulag, stefna, heildarskipulag fyrir ákveðna hluti í sveitarfélaginu sem falli undir sama hatt. Undir þann hatt getur fallið skógræktarstefna. Alveg eins og hvað annað sem heyri þar undir það. Mér finnst eðlilega að marka stefnuna fyrst og vinna og síðan í undiratriðum undir henni. Þá vitum við hvert við erum að fara. Já, ég var nú búin að setja hérna sjálf mig á mældaskrá. Já, getum við ekki að koma í andmæli? Nú ert þú búin að tala 2 sinnum, en allavega er ég næstur á mældaskrá. Já, ég þarf að andmæla þessum aðdróttunum. Bera þér ámæli eins og það heitir. Já, eða hvað hann heitir. Já, það er mikilvægt að skilgreina þetta. Já, þú mátt tala. Þakka fyrir það. Já, og undan mér. Það er venjulega kemur það strax upp. Í forsætisstjóra að bera af sér einhver ámæli. Það getur svo skemmtilega til að ég er næstur á mældaskrá. En það er ekki farið eftir venjulegum fundarsköpum hér. Það er alveg ljóst. Jæja, góðir fundamenn. Við erum eiginlega komið með svona 3 tillögur hugmyndir. Það eru komið mismunandi langt. Fyrsta lagi er það grænt skipulag sem er fyrir nokkrum misserum kom fulltrúi í skipulagsnefnd, fulltrúi S-lista með þá tillögu og það var rædd, en eins og hér kom fram, því miður hefur hún ekki fengið þann framgang sem að hún á skilið. Eins og hér var sagt hérna áðan, það er heildarstefna ýmislegt sem tengist grænu og þar á meðal skógrækt. Það er skipulag, eins og orðið hljómar. Svo er þessi vinna sem við höfum verið að vinna á vettvangi umhverfisnefndar, sem er endurskoðun umhverfisstefnunar, og þá hefum við velt í mikið fyrir okkur hvort að skógræktarstefna að einhverju leyti myndi rúmast þar innan vébanda nýrra umhverfisstefnu, og þetta skógrækt tengist umhverfismálum. Þannig það er tvennt, en síðan kemur þriðja hugmyndin, og það er tillaga sem að Sigurður Pálsdóttir las hérna upp áðan, og það er ég þarf ekki að endurflytja hana, sem fjallar í efnislega það að það verði farið að móta skógræktarstefnu og vinna skógræktarskipulag, og þetta finnst mér nú bara skarast á við það hvort ekki sem er þegar komið á blað. Og er að vinna, annars vegar getum við sagt hvort ekki á umhverju sviði. Þannig ég sé ekki alveg hverju það myndi bæta við. Þannig að
við þurfum að ræða þessa tillögu og uppsynlega greiðum atkvæðinu á hana eftir. En hérna, ég leggjum til að við þurfum að stytta þessu umræðu. Þú ert að tala um það að Sigrún að vil bera þér ámæli, eins og það heitir hér í fundarsköpum bæjarstjórnar. Óskar þess? Já, ég óskar eftir því. Já, ég legg það áherslu að þú ræðir bara það stutt og laggott í hverju þú telir ámælin felast og síðan þá andmælin, en ekki fara út fyrir það, því að þú ert að tala núna í þriðja skipti og þið þekkið reglunar. Samkvæmt bæjarsamþykktin það ekki nema við undantekningum að tala oftar en tvisvar. En gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér upp til að bera mér ámæli. Ég sagði ekkert því líkt að grænt skipulag væri ekki faglegt eða væri eitthvað fúsk eða ég man ekki hvað það sagði. Ég sagði að grænt skipulag, ef við köllum það, þá skiptist það niður í mörg fagsvið og eitt fagsviðið liti af skógræktinni og það bara sér svið, en enga síður þarf að skoða hlutin í heild og að mínu viti má kalla það líka grænt skipulag eða hvað svo sem fólk vil nefna það, en ég óttast að þegar verið að búa til svona yfirbyggingu, grænt skipulag, árum saman hefur Samfylkingin beðið eftir því að eitthvað gerðist í því máli. Það hefur bara ekkert gerst. Ekki árum saman. Jú, það eru bara nokkur ár síðan að þessi tillaga leit dagsins ljós og það hefur ekkert gengið. Það hefur ekkert gengið, já, ég þarf að koma þess að framfæri. Það hefur bara ekkert gengið í því að koma á þessu græna skipulagi sem að lýsir áherslunum og nú á að fara að drekkja því verkefni að búa til skógræktarstefnu fyrir Mosfellsbæ sem að ég lagði til 2014 áður en koma því að þið lögðu til eitthvað græna skipulag. Sigrún að halda í efni það er bara þetta auðvitað grænt skipulag, það kemur inn á fjöldan allan af fagsviðum og eitt fagsviði er skógræktin og ég ætla bara að láta mig nægja vegna þess að hitt stóra verkefnið, það gengur svo hægt og það gengur bara yfirleitt ekki neitt. Þá langar mig að leggja til að við byrjum bara smátt og smátt og leggjum þá bara núna áherslu á að búa til gott skógræktarskipulag. Herðu, og Ólafur Ingi, þú ert að koma ekki þriðja sinni að bera ámæli þá, eða ekki þriðja sinni að bera ámæli, en gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla nú ekki að fara að misnota ræðustölunir eins og virðist vera hægt. Ég vil bara skora fólk að hlusta á upptökuna, athuga hvað ég sagði og hvernig mátti ég skilja orð bæjarfulltrúa og Sigrúnar Pálsdóttur. Já, við ferum nú að lenda umræðu með þetta mál. Það liggur hér fyrir tillaga frá bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar að verði farið að móta skógræktarstefnu. Er einhver sem vil ræða það áður en við förum að taka beina afstöðu til þetta? Ég sjálfur búinn að tala tvisvar þannig ég fer ekki að þetta taka. Ég bara bera þér ámæli? Nei, ammæli, nei. Nei, ég var ekki ammæli, ekki strax. Já, það enginn sem vil ræða þessa tillögu. Ég var búinn að lýsa sjálfur afstöðu minni til tillögunar. Já, þannig að við munum þá bara
ganga til atkvæða tillöguna sem að fellur, sem að segir efnislega að Mosfellsbær einhendi í síðu verkefni að móta skógræktarstefnu og vinna skógræktarskipulag sem tekur til landslags og svo framvegis og kemur rökstuðningur með því. Þannig að ég bið fundarmenn að vera tilbúna í atkvæðagreiðslu þessa tillögu frá bæjarfulltrúa M-lista. Þeir sem samþykkja þessa tillögu frá Sigrúnu Pálsdóttur beðnir rétt upp hönd. Það 1 atkvæði, þeir sem á móti. Það eru 8 atkvæði. Þessi tillaga felld með 8 atkvæðin gegn 1. Þá opið fyrir umræður önnur mál. Við erum búin að ræða mál nr. 2 og mál nr. 5. Eitthvað annað sem fundarmenn vilja ræða í fundargerð umhverfisnefndar frá 12. október. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir máli nr. 6, uppbygging friðlýstra svæða í Mosfellsbæ 2017. Það fylgdi með þessu erindi minnisblað umhverfisviðs uppbygging á friðlýstum svæðum. Það á að fara að setja upp skilti víða og bæta aðgengi af þessum svæðum sem undanfarin ár hafa verið friðlýst í Mosfellsbæ. Ég rak hins vegar augun í það þegar ég var að skoða þetta að það eiginlega bara ekkert minnst á dýralíf á þessum skiltum, hvorki fisk í ánum né fuglana við árnar og fossana. Ég saknaði þess að sjá ekki umfjöllun lífríkið á þessum skiltum. Já, ég held ég fá aðeins að taka til máls undir þessu máli. Það rétt eins og hér kom fram að það uppbygging á friðlýstu svæðum eins og þarf alltaf að vera hér og það ákveðið fjárupphæð sem þetta ráðstöfunar. Sigrún nefndi hér skiltin. Það hefur verið í undirbúningi þegar svona samvinnuverkefni við Mosfellsbæjar og umhverfisstofnunar. Þeir útvega efnið, þetta er svona stöðlu skilti frá umhverfisstofnun sem við getum fundið allt land má segja. En við þurfum að kosta vinnuna og uppsetninguna. Textin svona í skoðun, það að segja hann ekki endalega gerður, þetta ekki farið í prentun og þetta ágætis ábending sem rétt að skoða þá, en ég ætla að gera þannig frekar hvað stendur á skiltónum þannig að það stendur náttúrulega bara upplýsingar þessi ágætis svæði, bara svo í tilgreini þau, það sem sagt við Álafoss, Helgafellsmegin við ána, það búið að finna þessu stað, það upp við Tungufoss og það upp í Bringum, Fólkvangin. Nú, þá þessi fundargerð enginn hefur hvað sér hljóðsum önnur mál eða einhver aðra liði þarna, þannig að umræðum lokið fundargerð umhverfisnefndar og þeir sem staðfesta þessa fundargerð frá 12. október eins og einstök mál bera með sér þannig rétt upp hönd. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið öldungaráði. Það 11. fundur í öldungaráði Mosfellsbæjar, hann var haldinn miðvikudaginn 4. október 2017 og orðið laust. Ólafur var sjónarmun á undan Kolbrúnu. Hún var alveg Nei, þú var sjón. Daminu först. Forseti, ég ætla nú að vera með svona smá kvapp hér en ég veit að allir eru frekar lúnir, þetta búið að vera langur og einkennilegur fundur á mörgu leyti en þannig nú að öldungaráð sem var skipað hér fyrir, ef ég maður rétt, 2 árum síðan það bil. Má nú sérstaklega tekið fram að þetta ráð skyldi nú vera algjörlega ópólitískt en það má svo deilum það hvernig svo útkoma
Þannig að við til dæmis sem hér sitjum, allavega í minnihlutunum, að við eigum nú einhvern svona fulltrúa þarna inni sem við getum leitað til og spurst fyrir umræður einstök mál, þannig að við þurfum að treysta á fundargerðir. Við fáum nú öll svona því sem höfum aðgang á fundargáttinu, við höfum nú alveg ágætis aðgang svo sem að fylgiskjölum og því sem þarna fer fram. En það hefur eins og verið vakin athygli á því að aðrir bæjarbúar sjá ekki fundargerðir Öldungaráðsins. Ég á nú ekki vona að þetta séu þvílík leyndarmál sem þarna eru rædd, að þetta þurfi neitt að passa upp á það að svona almenningur komist í þetta og reyndar það nú svo að ekki einu sinni Öldungaráðið ekki einu sinni sýnilegt á heimasíðu bæjarins. Og eru þau þá búin að halda inn að 11 fundi? Það er fundi nr. 11. Já, þannig að það er svona vinsælega ábending svona í ljósi lýðræðisstefnu bæjarins og þeirra tilmæla og opna stjórnsýslu og allt eftir þessar fallegu orða hvort það væri ekki hægt að opna þetta öðrum heldur innmúruðum og innviðum í bænum. Og vil beina því til forseta að koma þessu skilaboðum áleið. Takk fyrir. Já, Kolbrún. Já, forseti, ég skal líka taka þessa ábendingu áfram og benda formanni Öldungaráðsins á þetta er náttúrulega ekki gott, það er náttúrulega að byrtast og þetta var eitthvað sem er hægt að kippa auðveldlega í liðin hefur trú á. En mér langar aðeins að benda á mál nr. 1 í Öldungaráðinu, þar sem að kemur fram, það sem nefndur þarna verið að vinna bæklingi, kynningabæklingi, drög að kynningabæklingi sem að fylgja málinu og sem ég held að sé mjög gott að verkefni að ég myndi helst bara vilja sjá hann fara í öll hús og þarna vera að kynna í þessum bæklingi þjónustuna sem er í boði hjá bæjarfélaginu. Þannig ég held að þetta sé mjög gott framtak og bara fagna því og vil bara benda á það að þessi bæklingur er að fara á stað og mun liggja hér fyrir á í þjónustuverinu og víðar, en ég myndi svona, já, kannski komið ábendingu til þeirra líka að við getum bara hreinlega senda hann í hvert einasta heimili. Því ég veit það að ef þeir eru mikið orðnir, að það eru margir sem þurfa líka að huga sínu fólki, þó að fólk sé kannski ekki sjálft að undirbúa elli árin, þá voru við kannski aðstandendur líka að gera það, þannig að þetta á erindi til allra. Takk fyrir. Já. Eitthvað sem að vilja ræða fleiri í þessari fundargerð. Ágætis ábending frá Ólafi áðan og fundarritari var nú að upplýsa það að hann væri búinn að senda tölvupóst bara hér og nú á netstjóra, Óskar netstjóra, þannig að þessi verður vonandi bara kippt í liðin strax. Nú, þá umræðum þetta lokið 11. fundargerð Öldungaráðs sem hér er til umfjöllunar. Þess sem að staðfesta hana, eins og einstök málbæri með sér, beður að rétta upp hönd. Hún er samþykkt, Sigrún, ert þú móti eða situr hjá? Nei. Nýju atkvæði komið þar. Nú þá er tímamót í þessum fundi vegna þess að nú förum við að tala fundargerðir sem er til kynningar. Og það er fyrsta lagi afgreiðslufundar byggingafulltrúa sem haldinn var 7. október. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá er þessi fundargerð lögð fram. Næst förum við í fundargerð í stjórn Sorpu. Það var haldinn á skrifstofu byggðasamlagsins 29. september. Orðið laust þá fundargerð. Þetta var fundur nr. 379. Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, ég sé að þennan fund hefur setið Kolbrún Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi og mér langar svona eiginlega bara að innan eftir því, og það ánum kannski ekki bara við þessa fundargerð heldur líka þess sem á eftir fara, að
það engin fylgjugögn með þeim flestum og það vantar þannig að þau tekið eftir og lesið raunverulega sko heitin á þessum dagskrárliðum og síðan afgjörðslunar að þá svona ég eiginlega bara alveg jafnær hvað að vera að ræða og samþykkja. Já, gerðu svo vel, Kolbrún. Já, forseti, við höfum einmitt rætt þetta á stjórn Sorpu hefur rætt þetta vandamál. Hvaða gögn, þetta aðgengi að þessum gögnum, þetta virðist einhvern veginn vera mjög flókið já, þetta hefur verið rætt. Við viljum náttúrulega hafa aðgengi bara í lagi en ég skal koma þessi afbúti áfram af því að þetta hefur fundagáttin Þetta hefur stundu fylgt með. Já, þegar það hefur verið rekið eftir því, en þess náttúrulega ekki þurfa. Þannig að ég skal koma með þessi afbútingu áfram. Já, eitthvað sem við viljum ræða hann annað þessari fundagerð. Svo er ekki umræðum lokið og þessi fundagerð er lögð fram. Þá komið að öðru byggðasamlagi sem er strætó, það er fundagerð stjórnarstrætó. Þessi fundur var númer 272. Haldinn föstudaginn 22. september síðastliðinn í Mjóddinni. Orðið laust þá fundagerð og enginn kveður sér hljóðs, þá var þessi fundagerð lögð fram. Þá er komið að stjórn SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, hann var númer 448, hann var haldinn í Kópavogi 2. október síðastliðinn. Orðið laust þessa fundagerð. Nú enginn kveður sér hljóðs, þá var þessi fundagerð lögð fram. Þá kemur ég Sorpa aftur. Það er fundagerð 11. eigendafundar Sorpu byggðasamlags haldinn 27. september síðastliðinn. Þetta er bæjarstjórar sveitarfélagana og svo frá stjórn Sorpu. Orðið laust þarna. Enginn kveður sér hljóðs, þá er þessi fundagerð lögð fram og síðan kemur annar eigendafundur, það er að segja eigendafundur strætó byggðasamlags. Hann var númer 14, haldinn á skrifstofu SSH 4. september síðastliðinn. Orðið laust þá fundagerð. Nú enginn kveður sér hljóðs og þá er þessi fundagerð lögð fram. Enn er það strætó. Það er fundagerð 15. eigendafundar strætó byggðasamlags haldinn 27. september síðastliðinn. Orðið er gefið laust þá fundagerð. Nú enginn kveður sér hljóðs og þessi fundagerð er lögð fram. Og þá er það komið að síðustu fundagerðinni í kvöld og það er fundur í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis, það var númer 33 og haldinn hér í þessari byggingu 10. október síðastliðinn. Orðið laust þá fundagerð. Nú enginn kveður sér hljóðs, þá er þessi fundagerð lögð fram. Og fleiri liggur ekki fyrir þessa fundi. Ég þakka fundarstöðuna og segi fundi slítið. Takk fyrir 25. 25 þá.